Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Í dag, fimmtudaginn 31. janúar, tekur Logi Einarsson sæti á ný á Alþingi og víkur þá varamaður hans Bjartur Aðalbjörnsson af þingi. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru fjármála- og efnahagsráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Herra forseti, það ekki óhugsandi að við hæstv. fjármálaráðherra höfum ólíkar skoðanir á aðkomu stjórnvalda þegar kemur að samningum á almennum vinnumarkaði, en báðir erum við samt líklega sammála það að ríkisstjórnin þarf að stíga stór skref til þess að liðka fyrir málum. Í fyrsta lagi eru húsnæðismálin auðvitað risastór liður og Samfylkingin lagði fram í haust aðgerðaáætlun í mörgum liðum sem nú í meðförum þingsins. Nú hefur ríkisstjórnin birt sínar tillögur sem eru að mörgu leyti áþekkar og það mjög gleðilegt. En þær eru ófjármagnaðar og koma heldur seint og ég spyr því ráðherra, hvernig hyggst hann fjármagna þær? Í öðru lagi hefur hæstv. fjármálaráðherra ekki tekið vel í hugmyndir ASÍ fjölþrepa skattkerfi. Samfylkingin hefur hins vegar talað fyrir slíkum hugmyndum og ekki útilokað að við gætum séð fyrir okkur að styðja slíkar hugmyndir ef þær kæmu fram hjá ríkisstjórninni. Ég því forvitin að heyra hvort að það sé eining innan ríkisstjórnarinnar að skoða þessi mál og koma á móts við verkalýðshreyfinguna eða hvort viðbrögð hæstv. fjármálaráðherra í fjölmiðlum sé hið endanlega svar. Í þriðja lagi, og kannski ekki síst, þá hleypti úrskurður kjararáðs veturinn 2016 mjög illu blóði í marga landsmenn og verkalýðshreyfinguna. Einhverjar breytingar hafa vissulega verið gerðar hér í þinginu til að koma á móts við þessa gagnrýni, en þær hafa þó almennt ekki þótt nægjanlegar og ég sjálfur tel óhjákvæmilegt að bregðast enn frekar við og spyr því ráðherra hvort hann sé sammála mér og að lokum langar mig þá að spyrja hann hvort að hann telji koma til greina að frysta laun þingmanna og ráðherra lengur heldur en gert ráð fyrir eða hvort hann hafi aðrar leiðir sem að kannski gætu orðið sáttum. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, já, hér tekið upp mál sem að vissulega varðar miklu. Það varðar mjög miklu fyrir samfélagið allt að það takist að ljúka samningum á vinnumarkaði við almenna markaðinn og við hinn opinbera. En samningalotan stendur yfir og eins og oft þá horft til stjórnvalda og ég tel að ríkisstjórnin hafi nú þegar með ýmsum aðgerðum hjálpað til, liðkað fyrir. Ég nefni aðgerðir í tengslum við fjárlög yfirstandandi árs eins og sérstaka hækkun barnabóta til tekjulágra og breytingar á persónuafslætti og viðmiðunarmörkum á milli efra og neðra þreps, hækkun atvinnuleysisbóta á síðasta ári, mjög mikil hækkun sem að ríkisstjórnin beitti sér fyrir, lenging fæðingarorlofs, allt þetta atriði sem að snerta vinnumarkaðinn. Hér hv. þingmaður að nefna sérstaklega húsnæðismálin og nýútkomna skýrslu sem að ég vil nú benda á ekki skýrsla ríkisstjórnarinnar heldur samstarfsmál milli aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda og við erum að vinna með niðurstöðu þessa starfshóps. Mjög góð vinna sem við höfum og henni hefur verið vel tekið og við þurfum bara einfaldlega að skoða það hversu fjárfrekar einstakar tillögur eru. Sumar kalla ekki á mikil ný útgjöld eins og til dæmis að við leggjum í meiri gagnaöflun að jafnaði til þess að vita á hverjum tíma hver staðan á húsnæðismarkaðnum. En aðrar kalla á fjárframlög eins og til dæmis að fjölga íbúðum í almenna íbúðakerfinu. Ég verð að nota síðara andsvar til að koma aðeins nánar inn á skattana, en ég vil segja með kjararáðið að við höfum gert gríðarlega miklar breytingar þar og við höfum í raun og veru með nýju frumvarpi sagt að úrskurður kjararáðs frá 2016 skuli gilda fram á mitt þetta ár. Það því sem næst 3 ára frysting fyrir alla þá sem heyra undir þann úrskurð
og ég held að það sé rétt sem að hv. þingmaður gerir, að það þarf líklega að passa sig gagnvart öðrum en þeim sem að sitja hér á þingi og taka laun eftir nýja fyrirkomulagi. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, já, ég ætla ekki að gera lítið úr því að ýmislegt hefur ríkisstjórnin gert og margt ágætt og skref í rétta átt. En það bara því miður of lítið. Og við erum einu sinni að vinna í umboði fólksins í landinu og hljótum að þurfa að eiga samtöl. Og ef að við teflum fram einhverjum hugmyndum og það bara einsýnt að það nægja ekki hugum fólks, þá hljótum við að þurfa að skoða málin betur. Barnabætur, þó að skerðingamörkin hafi færst lítillega til, þá staðreyndin ennþá sú að það eru 12.000 færri sem fá í dag barnabætur en fyrir 10 árum. Það eru 20.000 færri sem fá vaxtabætur nú en fyrir 5 árum. Og ég spyr hvort að ríkisstjórnin hafi ekki íhugað breytingartillögu Samfylkingarinnar sem gerði ráð fyrir að verja meiri peningum í þessar aðgerðir. Það hefur ekki einu sinni farið fram umræðu það, almennt, aldrei held ég, hver laun þingmanna og kjörinna fulltrúa ættu að vera miðað við lægstu laun í landinu eða að meðaltali. Og jafnvel þó að hér sé hægt að sýna fram á að þetta sé þá frysting í 3 ár, þá ítreka ég spurninguna. Finnst hæstv. ráðherra koma til greina að frysta þetta lengur? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, fyrst aðeins að skattamálunum sem að spurt var hér í fyrri fyrirspurn. Það sem ég hef helst haft við tillögur ASÍ að athuga að þær auka jaðarskattana. Og það sem mér finnst vera ákveðin hugsanavilla hjá mörgum í tengslum við uppbyggingu skattkerfisins í heild að fara annars vegar fram á mjög hátt frítekjumark en síðan lága skatta fyrir þá sem að koma fyrst inn í skattkerfið í tekjuskattinum. Vegna þess að menn verða að velja dálítið á milli þessara tveggja kosta. Ég hefði frekar verið talsmaður þess að vera með lægri frítekjumörk og byrja með lægri prósentur en þessi framstilling á málinu, hún gerir það í raun og veru verkum að við þurfum að hækka skattprósentuna of mikið á millitekjufólki. Barnabótakerfið hefur verið styrkt mjög verulega á undanförnum árum. Við erum að ná það bil sömu framlögum áður var og sama með vaxtabæturnar. Við getum gert breytingar á tekjuskatti þannig að það komi sérstaklega þeim til góða sem eru í lágtekjuhópunum. Við munum gera það og til þess verða okkar tillögur smíðaðar og ég ætla ekki að segja neitt ákveðið varðandi kjararáðsmálin umfram það sem þegar komið fram. Þetta verður bara að vera matsatriði í heildarsamhengi hlutanna. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, og beinir sömuleiðis fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Hæstv. forseti, nú fyrr í vikunni þá lýsti hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra því afdráttarlaust yfir að lánasjóðskerfið yrði endurskoðað og hún myndi ætla sér að hækka framfærslugrunn LÍN sem í dag núna rúmar 185.000 kr. á mánuði. Þá að hækka frítekjumarkið sem í dag 930.000 kr. á ári og síðan að aukið að hækka framfærsluþörfina upp í 100% eða fara úr 96% upp í 100%. Það kom reyndar ekki algjörlega fram hversu mikil hækkunin á að vera en metnaðurinn mikill og það mikið fagnaðarefni. Hún kannski ekki eini ráðherrann, menntamálaráðherrann, sem hefur sýnt mikil metnað í því að endurskoða lánasjóðskerfið, bæði Katrín Jakobsdóttir sem menntamálaráðherra á sínum tíma og ekki síður Illugi Gunnarsson sem kom hér og í raun umbylti svolítið fyrri hugmyndum, settu fram bæði mjög athyglisverðar hugmyndir sem að fela í sig mikla réttarbætur fyrir námsmenn. Það búið að boða frumvarp núna í haust sem að vonandi tekur á þessu og við munum örugglega taka því fagnandi. En ég vil hins vegar spyrja hæstv. fjármálaráðherra, búið að tryggja þessa hækkun á framfærsluviðmiði námslána líkt og boðað hefur verið? Og ef að fjármálaráðherra gæti þá sagt okkur hvernig það væri útfært, væri ég þakklát. Í öðru lagi tryggt að námslán séu þá í samræmi við atvinnuleysisbætur eða lágmarkslaun og greitt verði út 100% af reiknaðri framfærslu nemenda. Og síðan í þriðja lagi mun fjármálaráðuneytið styðja ráðherra, menntamálaráðherra,
í því að hækka frítekjumark lánþega og stuðla þannig að því að námsmenn geti starfað á sumrin án þess að námslán þeirra skerðist verulega. Þá svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, hér verið að spyrja út í mál sem ekki komið fram. Hérna mál í vinnslu. Það byggir á fyrri frumvörpum sem hafa legið fyrir þingi en ekki fengið afgreiðslu. Og ég tel að stóra breytingin í umræðunni hafi orðið einmitt í tíð Illuga Gunnarssonar sem menntamálaráðherra, þar sem ákveðið var að færa okkur mjög ákveðið í áttina að styrktarkerfi í námslánum og í stuðningi við námsmenn í stað þess að treysta alfarið á þetta ógegnsæja niðurgreiðslukerfi vaxta sem við höfum verið með fram til þessa. Þetta held ég að sé mikil framfaraspor og þetta er mjög mikil grundvallarbreyting sem ég styð heils hugar. Hér í þinginu hafa verið skiptar skoðanir þann þáttinn sem snýr að lántökunni og því meðal annars að þeir sem jafnvel bersýnilega ekki brýnni þörf fyrir stuðning geti fengið styrkinn en á móti kemur þá ýmislegt annað. Ég get eiginlega ekki farið út í efnislega umræðu allt það sem þetta mál snertir, en hvað varðar stuðning úr fjármálaráðuneytinu að þá höfum við í sjálfu sér ekkert annað í höndunum í dag í þessu samhengi en þá samþykktu fjármálastefnu sem í gildi. Og það auðvitað ekki þannig að fjárveitingavaldið sé í fjármálaráðuneytinu, það liggur hér á þinginu og við verðum að taka dýpri umræðu það hvernig breytingar á kerfinu verði fjármagnaðar þegar að heildar og heildstæð tillaga komin fram og fyrir liggur hvernig menntamálaráðuneytið hyggst forgangsraða úr þeim römmum sem ráðuneytið hefur úr að spila. Það einfaldlega ekki farið að reyna á þessa þætti sem þingmaðurinn spyr mig hér hvernig fjármálaráðuneytið hyggst bregðast við tillögum sem ekki eru fram komnar frá menntamálaráðuneytinu. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég skil vel og að hæstv. Fjármálaráðherra sé varfærinn og í rauninni það hans hlutverk í þessu máli sem öllum öðrum, en ég leyni því ekki að ég hefði viljað sjá og heyra ótvíræðri stuðning í þá veru, líkt og hæstv. Menntamálaráðherra sagði mjög skýrt hér fyrr í vikunni að framfærslugrunnur námsmanna verði hækkaður, frítekjumarkið verði hækkað, það var það sem var hér boðað. Ég vil hins vegar taka undir líka hjá hæstv. Ráðherra að það mikilvægt að stokka upp í námslánakerfinu. Eins og ég segi, ég undirstrika að margt það sem kom fram í frumvarpinu frá Illuga Gunnarssoni var mjög athyglivert og myndi ýta okkur nær norræna kerfinu, það ekki spurning það, en það eru líka þættir sem voru gagnrýndir og ég vonast til þess að það frumvarp sem við fáum hér í haust feli í sér þá raunverulega réttarbætur fyrir námsmenn leið og við förum svona fram í nútímann. En ég lýsi enn eftir kannski þessum eindregna stuðningi af hálfu hæstv. Fjármálaráðherra að það framfærslugrunnur námslána og frítekjumarkið sérstaklega verði hækkað núna á næsta hausti. Og svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, hér maður veit ekki alveg hvað maður á að segja. Það kemur hér fram ráðherra málaflokksins og segist hafa þessar áherslur og þá eru aðrir ráðherrar fengnir hérna upp og beinir að gera grein fyrir því hvort þið styðji ráðherrann í að fylgja eftir sínum áherslum í sínu ráðuneyti. Ég skal gera það mjög eindregið. Ég held að skipti engu máli hvort að það sé fjármálaráðherrann eða aðrir sem eru spurðir í þessu efni, en sem sagt ég styð menntamálaráðherrann í þessum breytingum og ég heyri að við hv. þingmaður erum sammála það að það þarf að gera breytingar á stuðningskerfum við námsmenn og það varðar framfærsluna, það varðar líka frítekjumark vegna atvinnutekna, þannig að mönnum sé nú svona aðeins gert mögulegt að bæta stöðu sína á sama tíma þeir eru í námi og beinu styrkirnir munu svo sannarlega gera það. En það varðar líka, og það er mikilvægur þáttur breytinganna í mínum huga, að hvetja til þess að menn klári til dæmis nám á tíma og að það geti haft áhrif á stuðning stjórnvalda ef að framgangur í námi ekki
eins og fyrir ráð er fyrir gert. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy og beinir fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra. Herra forseti, nú hefur að undanförnu verið talað mikið ýmiss konar fyrirhugaðar hugmyndir breytingar á uppbyggingu fjármálakerfisins og fleiri í þeim dúr og það vakna hjá manni ýmsar spurningar sem mér finnst mikilvægt að við fáum svarað og mig langar til þess að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra 4 spurningar sem eru allar þess eðlis að það getur bara verið 2 möguleikar í stöðunni. Og ég vona að hann geti hjálpað mér að skilja þessa hluti. Þannig að fyrsta spurningin hvort eru stjórnir bankana sem eru í ríkiseigu svo sjálfstæðir í störfum sínum að ómögulegt hefði verið fyrir fjármálaráðherra eða einhvern annan í keðjunni með nokkru móti að geta haft áhrif á söluna á Borgun á sínum tíma. Eða eru stjórnir bankana svo ósjálfstæðar að það geti ekki verið í samkeppnisrekstri hvor við annan? Og 2. Hvort tækifæriskostnaðurinn af því að vera með 420 milljarða ríkiseign í bönkunum svo gríðarlegur að losa verði þá eign til að koma í veg fyrir efnahagslegt slys eða nauðsynlegt að setja 500 milljarða í fjárfestingarsjóð til að koma í veg fyrir efnahagslegt slys? 3. Hvort bankaregluverkið á Íslandi orðið svo gott að engin ástæða til þess að óttast annað bankahrun eða svo hættulegt að ríkið eigi eignir í bönkunum að eðlilegt sé að fjármálaráðherra hæstv. Losi þá eignastöðu áður en annað hrun á sér stað? Og 4. Hvort eru ríkisskuldir orðnar svo lágar að mögulegt sé að fara í fjárfestingar á innviðum á borð við vegakerfið sem hafa setið á hakanum árum saman eða staða ríkissjóðs svo slæm að eingöngu hægt að sinna nauðsynlegum gatnaframkvæmdum með því einu að taka upp nýtt og umdeilt gjaldtökukerfi í formi veggjalda? Það væri gott að fá einhvers konar innlegg við þessum spurningum. Já, þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra óundirbúnum fyrirspurnum, 4 talsins. Virðulegi forseti, stjórnir ríkisbankana eru sjálfstæðar í störfum sínum, bæði að lögum og þá ég að meina að hlutafélagalögum en líka samkvæmt því sérstaka fyrirkomulagi sem við höfum komið upp og nú heldur hér þingmaðurinn áfram með eins konar dylgjur í tengslum við Borgunarmálið eins og gert var hér í umræðu skýrslu fjármálaráðherra hvítbók framtíð fjármálakerfisins. Ég held að sé bara kominn tími til þess að þingmaðurinn geri grein fyrir því hvernig fjármálaráðherra á að hafa haft afskipti í Borgunarmálinu vegna þess að hann hefur dylgjað að fjármálaráðherrann hafi verið með afskipti í því máli. Hér spurt það hvort að það sé mikill tækifæriskostnaður sem felist í því að binda þetta mikið eigið fé í bönkunum og ég held að það sé alveg óumdeilt og það ekki í neinum beinum tengslum í mínum huga við hugmyndir þjóðarsjóð sem hugsaður til langs tíma og þetta alls ekki þannig að við getum annaðhvort byggt upp þjóðarsjóð eða átt bankana. Þetta ekki þannig, ekki í mínum huga og ekki í raunveruleikanum. Heldur þjóðarsjóðshugmyndin algjörlega ótengd í raun og veru því hvort að það nauðsynlegt að ríkið bindi mikið eigið fé í fjármálafyrirtækjum í landinu. Ríkisskuldir, þær hafa lækkað mjög verulega og það hefur leið vaxið geta okkar til þess að auka innviðafjárfestingu enda í dag, það stendur yfir átak til þess að fjármagna betur vegakerfið. Við settum á stað strax í fyrra fyrstu skrefin til þess að auka fjárfestingu í vegakerfinu á Íslandi í samgöngum og við erum sömuleiðis að styrkja félagslega innviði mjög verulega. Rammasett útgjöld í fjárlögum hafa frá árinu 2015 verið að vaxa frá rúmlega 4% að raungildi upp í tæp 10% á hverju ári. Það vegna þess að staða ríkissjóðs hefur lagast þetta mikið. Þannig að við erum í betri færum til þess að fjárfesta. Og ég kem að öðru hér í síðara andsvari. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, ég þakka fyrir í rauninni miklu betri svör en ég átti von á við að vísu 2 af 4 spurningum. Það
heyrist mér að bankarnir geti alveg verið í samkeppnisrekstri vegna þess að stjórnir þeirra eru sjálfstæðar. Það bara mjög gott að heyra það. Þannig að það ætti allavega ekki að vera ástæða til þess að losa þær eignir mjög hratt, eða allavega hraðar en góðu hófi gegnir. Og það líka mjög gott að heyra að ríkissjóður stendur það vel að veggjöld eru kannski ekki nauðsynlegar, að það hægt að byggja upp með öðrum hætti. Þetta afskaplega jákvæðar fréttir fyrir mér. Ég hlakka til að heyra seinni tvö svörin, en áhyggjur mínar hafa bara hreinlega snúist að því að það hefur verið mikið gert til þess að reyna að sannfæra fólki í landinu að það hafi það of gott til þess að kvarta, en á sama tíma að það hafi að staða ríkissjóðs og staða kerfisins sé svo slæm að það megi ekki gera neitt jákvætt. Það margt jákvætt búið að gerast, ég dreg ekki úr því, en við verðum að fara að gera okkur grein fyrir því hvort erum við ríkt land eða fátækt land, hvort höfum við efni á því að gera hlutina vel eða ekki. Þá svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson öðru sinni. Virðulegi forseti, í hvítbókinni fjallað samkeppni í fjármálaþjónustu á Íslandi og þar eru færð rök fyrir því að fjölbreyttara eignarhald gæti verið til þess fallið að auka samkeppnina á íslenskum fjármálamarkaði og það eru færð þar fram fyrir því rök sem að ég sé að hv. þingmaður hefur efasemdir og telur að sjálfstæðar stjórnir í ríkisbönkum séu góð leið til þess að tryggja mikla samkeppni milli banka og þar held ég að við séum og verðum áfram ósammála. Það var spurt það hvort að það væri mikil hætta á bankahruni. Ég tel ekki að það sé hætta á bankahruni eins og sakir standa, en menn verða að gæta að sér ef menn ætla að spá langt inn í framtíðina og ég tel í sjálfu sér að við höfum öll tæki og tól til þess að byggja upp varúð gagnvart slíku tjóni án beinnar eignaraðildar. Það nú svona í mínum huga aðalatriði. Og varðandi þær hugmyndir sem hafa verið að flota undanförnu frekari innviðafjárfestingu og sérstaklega í vegakerfinu, þá sú spurning fyrst og fremst það hvort við viljum flýta framkvæmdum eða ekki. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegur forseti, ríkisstjórnin situr á milljörðum sem átti að nota til að taka á krónum móti krónuvanda öryrkja. Ríkisstjórnin situr á sig eins og ormar á gulli og virðist ekkert ætla að láta þá sem þurfa á nauðsynlega að fá þessa peninga. Búsetuskerðingar sem hafa dunið á öryrkjum undanfarið ólöglegar og þar virðist eftir rúmt hálft ár ekki vera möguleiki á að gera eitt en eitt og skýringin á því liggur í því að það vanti fjármuni. Og ég spyr, þetta eru fjármunir sem voru teknir af þeim sem verst sitja og verst standa í þessu þjóðfélagi. Fólki sem lifir við svelt. Fólki sem annaðhvort þarf að vera komið upp á maka sinn eða félagsbætur. Og ég spyr, búið að fjármagna þetta? Og ekki, hversu mikið? Síðan, á sama tíma, vil ég benda á að það eru kjarasamningar í gangi. Það ríkið búið að finna réttu framfærsluna. Ríkið búið að finna 392.000 krónur sem eru listamannalaun skerðingarlaust. Þetta eru flott og þetta mjög gott og það alveg frábært að við skulum búin að vera að finna þetta, en ég spyr, ætlum við ekki að koma sömu krónutölu skerðingarlaust til öryrkja, eldri borgara, atvinnulausra, og þetta ekki þá bara lágmarkslaun í landinu? Og hitt það vegna þess að ef við sæjum til þess að þetta svona, þá gæfum við fullt af fólki tækifæri til þess að fara að vinna. Vegna þess að það hlýtur að vera stefna að allir geta unnið. Vegna þess að meðan við erum með krónum móti krónum skerðingar, þá erum við að dæma fólk í fátæktargildru og við erum að skerða ýmsar bætur, eins og dánarbætur, mæðrabætur, feðralaun. Krónum móti krónum skerðingin tekur þessu vegna. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinn í fyrirspurn. Virðulegi forseti,
Ég get tekið undir með hv. þingmanni þegar hann segir að krónu á móti krónu skerðingarnar séu slæmar, séu óheppilegar og við höfum reyndar gert kerfisbreytingu varðandi ellilífeyrinn og við höfum afnumið þennan bótaflokk. Það verður hins vegar að muna þegar við erum að ræða þessa sérstöku framfærsluuppbót sem að þessi skerðingarregla á við að sögulega þá var hún hugsuð sem sérstök framfærsluuppbót fyrir þá sem voru í verstu stöðunni. Þetta var á sínum tíma innspýting stjórnvalda sem átti að einangra eða að beina sérstaklega til þeirra sem voru í veikastri stöðunni. Til þess að hún myndi ekki dreifast til allra, líka þeirra sem voru með atvinnutekjur eða aðra framfærslu, að þá þurfti grimmar skerðingar og þær heita í daglegri umræðu krónu á móti krónu skerðing. Ef við hefðum ekki haft krónu á móti krónu skerðingu þegar þessi sérstaka framfærsluuppbót var sköpuð á sínum tíma, það var löngu fyrir mína tíð í ríkisstjórn, að þá hefðu fjármunirnir ekki nýst þeim sem voru í veikastri stöðunni. Þetta verða menn að muna. Nú þegar við erum í virku samtali og félagsmálaráðherra leiðir þá vinnu í dag að gera grundvallarbreytingu á þessum bótaflokki, þá verður það ekki gert án þess að aðrar breytingar séu leið teknar til skoðunar. Ella værum við ekki að gera neitt annað en að kippa stuðningi frá þeim sem eru í verstri stöðunni. Og ég held að við hv. þingmaður séum sammála það. Það að gera ekkert nema að kippa úr sambandi krónu á móti krónu skerðingu, það þýðir bara að það verður minna til skiptanna fyrir sömu fjárhæð til þessa hóps. Nema menn ætli þá að fara að fjármagna það að láta alla hafa sérstöku framfærsluuppbótina, sem upphaflega var bara hugsuð fyrir þá sem eru í verstri stöðunni. Nú þá erum við þetta bara að tala eitthvað allt annað mál og við þurfum að setja eitthvað verðmið á það og spyrja okkur, er það sú aðgerð sem að mestu skilar fyrir þau áform sem við höfum? Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, jú, ég þakka hv. fjármálaráðherra svörin, en þarna hann að tala fólk sem hann búinn að hneppa í fátæktargildru. Það getur ekki gjörst sig veitt. Og ég bara get ekki sagt við það að það sé einhvers staðar bara af því að bara svoleiðis hlutir. Við verðum að leysa þetta. Og þetta ömurlegt. Og hitt það að ég spyr aftur, finnst honum 392.000 krónur fyrir alla, skerðingarlaust, ekki bara frábær lausn? Eigum við ekki að hafa stjórnarskrána til fyrirmyndar, allir sem jafnir fyrir lögum, og ber okkur ekki skylda til að sjá þess að fólk geti lifað mannsæmandi á sínum launum, að það eigi fyrir húsnæði, en ekki bara húsnæðinu og þurfa svo að selta. Ég bara segi fyrir mitt leyti, okkur ber skylda til þess að sjá til þess að allir, og síðan milli líka hóp, búið að fjármagna til þess að bæta búsetuskerðingu. Og hvað á að gera við þessa milljarða sem eru krónu á móti krónu skerðingin og þeir setja á ennþá? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, varðandi búsetuskerðingarnar eins og hv. þingmaður kallar það, þá lít ég þannig á að við þurfum að komast til botns í því hver hin eiginlegu réttindi viðkomandi einstaklinga voru. Og að fenginni niðurstöðu það, en Tryggingastofnun hefur sagt að það þurfi að fara yfir hvert og eitt mál sérstaklega, að þá skiptir í sjálfu sér fjármögnun þess engu máli, vegna þess að þar þá bara lögbundin réttindi að ræða sem við verðum að uppfylla. Og það þá bara loforð sem stendur og það bara krafa sem fólk á ríkið og það reiknast af ríkissjóði hvort sem að menn hafi fjármagnað sérstaklega ekki. En við bíðum niðurstöðu þessarar yfirferðar heildarfjárhæðina. Varðandi síðan umræðu það hvað hæfileg framfærsla í þessu landi, ég held að við getum tekið marga daga í að ræða það sérstaklega. Ég hér spurður að því hvort að 392.000 sé hæfilegt. Ég hef í sjálfu sér enga forsendu til þess að segja það sérstaklega, en þetta eru þessar opinberu viðmiðunartölur, þetta eru þetta viðmið að gefnum fjölmörgum þáttum og ég held að staða fólks sé mjög mismunandi. Fyrir suma þetta eflaust allt of lítið
og fyrir aðra mögulega nægilegt til þess að komast af. En í grunninn þá þurfum við að sammælast bara það að reyna að hámarka verðmætasköpun hérna í landinu þannig við getum stutt hvert við annað. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, og beiðni fyrirspurn til hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Herra forseti, við þekkjum þá umræðu að það sé vöntun á iðnaðarmönnum og þetta kemur reglulega fram í fjölmiðlum, skortur á iðnaðarmönnum sáum við í fyrirsagnir í blöðum og svo framvegis. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar talað að efla eigi iðn- og verkgreinar með stórsókn í menntamálum í þágu fjölbreyttara atvinnulífs og betra samfélags. Þetta að sjálfsögðu göfug markmið og yfirlýsingar en hvort að þetta nægi til þess að breyta einhverju í tengslum við það að auka áhuga á iðnmenntun hafa verið tíminn að leiða í ljós en ég vona svo sannarlega að svo verði. Samtök iðnaðarins, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins hefur kallað eftir réttmætri virðingu iðnnáms og að það verði viðhorfsbreyting hér á landi gagnvart iðnnámi og við þekkjum það einnig að það mun lægra hlutfall hér á landi nemenda sem skrá sig í iðnnám heldur en innan ríkja Evrópusambandsins, mun lægra. Þessar tölur frá 2007 minnir mig sé einungis 14% hér á landi, á sama tíma 50% í Evrópusambandinu. Það sem mig langaði að spyrja hæstv. Ráðherra það hvernig sér ráðherra fyrir sér að fylgja þessu eftir sem kemur fram í stjórnarsáttmálanum og hvernig samstarfi milli ráðuneytisins og menntamálaráðuneytisins í þá veru. Þá svarar hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og hér vakin athygli á mjög mikilvægu máli sem við ræðum nú alveg töluvert og færist í rétta átt en ég þeirrar skoðunar að við gætum gert miklu betur. Það þannig að iðnmenntun og iðnaður einfaldlega grundvöllur nýsköpunar í landinu og við auðvitað höfum þessi ríkisstjórn og aðrar og þingið forgangsraða fjármunum til þess að efla menntakerfi í heild sinni og það auðvitað skilar sér fyrir iðnmenntun sömuleiðis. Ég tel að frumvarp hv. þingmanns Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur skipti líka máli, ekki bara samkvæmt orðanna hljóðan og í framkvæmd, heldur líka varðandi þessa svona viðhorfsbreytingu sem hv. þingmaður nefnir og ég sjálf mjög upptekin að ég held að hluta til sé ákveðin rót vandans, einfaldlega viðhorf okkar sjálfra til þessarar menntunar og viðhorf oft foreldra þegar börn eru að velja sér nám og það auðvitað að leita af því hvernig við höfum búið til kerfið, að það sé alltaf öruggara að klára fyrst stúdentspróf og svo framvegis. Jafnvel þrátt fyrir að krakkar séu jafnvel fyrir löngu búin að ákveða að þau ætli sér að velja iðnmenntun og starfa á því sviði inn í framtíðina. Þannig að ég held að þessi viðhorfsbreyting sé algjört lykilatriði í þessu og þar skiptir máli bæði hvernig við öll tölum, foreldrar og sömuleiðis að kerfið sé þá ekki þannig að við séum raunverulega einhvern veginn að mismuna eða lyfta annarri menntun á kostnað iðnmenntunar. Nýsköpunarstefnan og menntastefnan munu þurfa að tala saman og munu tala saman og það algjört lykilatriði að það sem þar sagt og lagt til í þessum stefnum svona falli saman í eitt. Þannig að það skiptir máli að þetta sé unnið saman og ég get ekki annað sagt en að ég sé sammála þeim svona áherslum og orðum sem hv. þingmaður nefnir og ítreka það aftur að iðnmenntun og iðnaður grundvöllur nýsköpunar og ég held við getum gert miklu betur í að tengja þessa þætti saman. Aðrar háskóla greinar og atvinnulífið og skólakerfi líka nái að vinna betur saman og þetta allt skiptir máli. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra og tek heils hugar undir það sem hún sagði hér og
og hvað viðhorfsbreytinguna varðar þá ég alveg sammála ráðherra með það að þetta skiptir líka bara máli á heimilunum, það er að segja meðal foreldranna að vekja einnig áhuga á iðnnámi. Þannig að það skiptir verulegu máli, ég sammála því. En það annað sem ég langaði að koma hér aðeins inn á að það var gerð rannsókn við Háskólann á Bifröst, minnir mig á síðasta ári, þar sem var spurt viðhorf til iðnnáms og meðal annars nemenda og þeir sem hafa starfað í greininni og niðurstaðan svolítið athyglisvert að það kom fram að það væru margir ófaglærir að starfa í þessum greinum, jafnvel eingöngu talandi tungumál sem í þeirra heimalandi, það er að segja erlendir starfsmenn, og það var sammerkt hjá þessum hópi, þessum viðtalshópi í þessari rannsókn, allir höfðu miklar áhyggjur af þessu að þarna væri fólk að starfa í þessum geira sem væri ekki með tilskilin réttindi og þetta væri svona verið að gjaldfella námið í raun og veru hvað þetta varðar. Og þá langar mig að spyrja hæstv. Ráðherra hvernig opinberu eftirliti með þessu háttað? Það er að segja að það sé verið að vinna í þessum greinum einstaklingar sem hafa þessa löggjöf. Það var mikilvægt í mínum huga. Þá svarar hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra öðru sinni. Herra forseti, fyrst aðeins nánar það sem skiptir máli að gera. Við þurfum auðvitað að horfa til uppbyggingar námsins og hvernig megi efla það og það auðvitað þarf að vera til sífelldrar skoðunar. Svo þarf að styrkja þetta utanumhald með verk- og starfsþjálfun og það kannski það sem hv. þingmaður nefnir líka hér og svo að bæta og einfalda aðgengi nemenda að verk- og starfsnámi. Og við vitum að það eru auðvitað ákveðnir flöskuhálsar þegar að fólk búið að klára menntun en þarf að komast á samning til þess einmitt að fá löggildinguna. Við erum auðvitað með mjög öflug og sterk félög fyrir þessar iðngreinar sem að halda mjög vel utan þetta. Við vitum auðvitað alveg líka að það eru ýmis störf unnin af fólki sem ekki hefur þessa löggildingu. Við auðvitað, einmitt vegna líka skortsins á þessu starfskröftum, þá höfum við líka þurft þær hendur, en það Vinnumálastofnun sem hefur þetta eftirlit, nákvæmlega hvernig því háttað þyrfti ég að fá að kanna betur til að vita stöðuna. Umræðum fyrsta dagskrármálið lokið. Tekið fyrir annað dagskrármálið. Norrænt samstarf 2018 skýrsla, mál 523 á þingskjali 853, ein umræða. Til máls tekur varaformaður Íslandsdeildar Norðurlandaráðs, hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég flyt ykkur skýrslu Íslandsdeildar Norðurlandaráðs norrænt samstarf árið 2018. Skýrslan of löng til þess að ég geti flutt hana alla frá orði til orðs, en hún aðgengileg á vef Alþingis og ég hvet sem flesta til að kynna sér skýrsluna og starfsemi Norðurlandaráðs. Það bar helst til tíðinda á Norðurlandaráðsþingi 2018 að samþykkt var að auka verulega þýðingar á fundargögnum og öðru efni sem tengist starfi Norðurlandaráðs af og á íslensku og finnsku og jafnframt að efla túlkun á fundum ráðsins. Frá 1. janúar 2020 verða sænska, danska, norska, finnska og íslenska skilgreind sem opinber tungumál Norðurlandaráðs en á skrifstofu ráðsins í Kaupmannahöfn verða skandinavísku málin eftir sem áður vinnumál. Ákvörðun þessar breytingar var tekin í framhaldi af tillögu sem landsdeildir Finnlands og Íslands lögðu fram í sameiningu árið 2016 að gera finnsku og íslensku að atvinnutungumálum í Norðurlandaráði til jafns við sænsku, dönsku og norsku. Landsdeild Íslands beitti sér á árinu gegn áformum norrænu ráðherranefndarinnar að skera niður í áföngum fjárveitingar til 4 norræna rannsóknarstofnana, þar á meðal Norræna eldfjallasetursins á Íslandi. Ráðgert hafði verið að í staðinn yrði stofnunin Nordforsk í Noregi falið að úthluta fjármagninu í formi verkefnastyrkja. Hæstv. Menntamálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir og Sigurður Ingi Jóhannsson, samstarfsráðherra Norðurlanda, tók undir viðhorf íslensku þingmannanna í Norðurlandaráði og jafnframt lýstu ýmsir aðrir þingmenn í Norðurlandaráði sömu afstöðu.
Tillagan niðurskurðinn komst því ekki til meðferðar í Norðurlandaráði og Norræna ráðherranefndin hefur tekið málið til endurskoðunar. Vorþing Norðurlandaráðs var haldið á Akureyri og var það helgað málefnum hafsins. Í september hélt Norðurlandaráð nefndarfundi sín í Nuuk, höfuðstað Grænlands, og var það í fyrsta sinn sem slíkur norrænn fundur var haldinn þar í landi. Íslendingar hlutu 2 af 5 verðlaunum Norðurlandaráðs sem afhent var í tengslum við Norðurlandaþing í Osló í lok október. Auður Ava Ólafsdóttir fékk bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir skáldsöguna Ör og Benedikt Erlingsson hlaut kvikmyndaverðlaunin fyrir myndina Kona fer í stríð. Norðurlandaráð var stofnað árið 1952 og er samstarfsvettvangur þjóðþinga á Norðurlöndum. Álandseyjar, Færeyjar og Grænland taka þátt í samstarfinu. Alþingi hefur átt aðild að ráðinu frá stofnun þess. Norðurlandaráð kemur saman til þingfundar 2 á ári og ræðir og ályktar norræn málefni á stuttum þingfundi að vori á einum degi og á hefðbundnu 3 daga þingi að hausti. Auk þess kemur Norðurlandaráð saman til nefndafunda 3 á ári. Á vegum Norðurlandaráðs er unnið að margvíslegum norrænum verkefnum sem þingmenn, nefndir, flokkahópar eða landsdeildir ráðsins hafa átt frumkvæði að. Norðurlandaráð hefur tillögu- og umsagnarrétt fjármagn sem er veitt til norrænnar samvinnu árlega. Fulltrúar í Norðurlandaráði eru þeir þingmenn sem eru valdir af norrænu þjóðþingunum í samræmi við tillögur þingflokka. Í ráðinu eiga sæti 87 fulltrúar. Þing Noregs og Svíþjóðar eiga 20 fulltrúa, Finnlands 18 fulltrúa, Danmerkur 16 fulltrúa, Íslands 7 fulltrúa, Færeyja 2 fulltrúa, Grænlands 2 fulltrúa og Álandseyja 2 fulltrúa. Skipan í sendinefndir þingmanna, einnig nefndar landsdeildir, skal endurspegla styrk stjórnmálaflokka á þjóðþingunum. Forseti Norðurlandaráðs kemur frá hverju ríki á 5 ára fresti. Á hefðbundnu þingi Norðurlandaráðs mánaðamótin október-nóvember er fjallað framkomnar tillögur og beinir þingið tilmælum til ríkisstjórna landanna eða norrænu ráðherranefndarinnar. Forsætisráðherrar og utanríkisráðherrar Norðurlanda gefa Norðurlandaráðsþinginu skýrslu og samstarfsráðherrar eða fagráðherrar svara fyrirspurnum í sérstökum fyrirspurnatíma. Fjárlög komandi starfsárs eru jafnframt ákveðin á þinginu og skipaðir í nefndir og trúnaðarstöður. Á stuttum þingfundi Norðurlandaráðs á vori er sérstök áhersla á ákveðið málefni. Í Norðurlandaráði starfa 5 flokkahópar, jafnaðarmenn, miðjumenn, hægrimenn, norrænt frelsi og norræn vinstri græn. Flokkahóparnir móta sameiginlega afstöðu til einstaka mála og velja þingmenn í nefndir. Að öðru leyti byggist starf Norðurlandaráðs á landsdeildum aðildarríkjanna. Málefnastarf Norðurlandaráðs fór árið 2018 að mestu fram í 4 fagnefndum auk forsætisnefndar. Það er þekkingar- og menningarnefnd, hagvaxtar- og þróunarnefnd, sjálfbærninefnd og velferðarnefnd. Á milli þinga stýrir forsætisnefnd starfi ráðsins, vísar tillögum til nefnda eða afgreiðir þær. Forsætisnefnd fer jafnframt með utanríkis- og öryggismál, svo samskipti Norðurlandaráðs við aðrar alþjóðastofnanir. Þá fer eftirlitsnefnd yfir ársreikninga ráðsins og stofnana sem starfa innan Norðurlandasamstarfsins. Loks kemur kjörnefnd saman til að gera tillögu að skipan í nefndir og trúnaðarstörfum á vegum Norðurlandaráðs. Herra forseti, Íslandsdeild Norðurlandaráðs var þannig skipuð í upphafi árs 2018. Silja Dögg Gunnarsdóttir formaður, þingflokki Framsóknarflokksins, Oddný G. Harðardóttir, sú sem hér stendur, varaformaður, þingflokki Samfylkingarinnar, Kolbeinn Óttarsson Proppé og Steinunn Þóra Árnadóttir, þingflokki Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, Vilhjálmur Árnason, þingflokki Sjálfstæðisflokksins, Ólafur Ísleifsson, þingflokki Flokks fólksins og Anna Kolbrún Árnadóttir, þingflokki Miðflokksins. Og varamenn voru Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingflokki Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, Brynjar Níelsson, þingflokki Sjálfstæðisflokksins, Guðmundur Ingi Kristinsson, þingflokki Flokks fólksins
Logi Einarsson, þingflokki Samfylkingarinnar, Willum Þór Þórsson, þingflokki Framsóknarflokksins og Þorsteinn Sæmundsson, þingflokki Miðflokksins. Sú breyting varð 7. desember að Guðmundur Ingi Kristinsson, þingflokki Flokks fólksins, tók sæti Ólafs Ísleifssonar sem aðalmaður og Inga Sæland tók sæti Guðmundar Inga sem varamaður. Og Helgi Þorsteinsson gegndi stöðu ritara Íslandsdeildar Norðurlandaráðs árið 2018. Fulltrúar Íslandsdeildar Norðurlandaráðs í nefndir og embætti voru kosnir á janúarfundum Norðurlandaráðs í Stokkhólmi 23. til 24. janúar 2018. Silja Dögg Gunnarsdóttir og Oddný G. Harðardóttir tóku sæti í forsætisnefnd Norðurlandaráðs. Steinunn Þóra Árnadóttir, Ólafur Ísleifsson og Anna Kolbrún Árnadóttir voru skipuð í velferðarnefnd. Ólafur var einnig skipaður varaformaður eftirlitsnefndar Norðurlandaráðs. Vilhjálmur Árnason og Kolbeinn Óttarsson Proppé tóku sæti í sjálfbærninefnd. Á Norðurlandaráðsþingi sem haldið var í Osló 29. október til 1. nóvember fluttist Ólafur Ísleifsson úr velferðarnefnd í hagvaxtar- og þróunarnefnd. Steinunn Þóra Árnadóttir fór úr velferðarnefnd í forsætisnefnd og Kolbeinn Óttarsson Proppé fluttist úr sjálfbærninefnd í velferðarnefnd. Jafnframt var ákveðið að Anna Kolbrún Árnadóttir yrði formlega færð úr velferðarnefnd í þekkingar- og menningarnefnd en breytingin tók gildi 1. janúar 2019. Fulltrúar Íslandsdeildar sátu auk þess á vegum Norðurlandaráðs í stjórnum norrænna stofnana og voru fulltrúar þess út á við. Steinunn Þóra Árnadóttir sat í stjórn Norræna menningarsjóðsins og sóttu fundi hennar í Þórshöfn 29. til 30. maí og í Kaupmannahöfn 30. nóvember. Hún fór jafnframt á stefnumótunarfund sjóðsins sem haldið var í Kaupmannahöfn 8. febrúar. Vilhjálmur Árnason átti sæti í eftirlitsnefnd Norræna fjárfestingarbankann og sóttu fund hennar í Helsinki 9. mars. Silja Dögg Gunnarsdóttir var aðalfulltrúi Norðurlandaráðs á fundum þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins, skammstafað BSPC. Hún sótti fund fastanefndar í Brussel 22. febrúar og 27. ársfund samtakanna sem haldinn var í Maríuhöfn á Álandseyjum 26. til 28. ágúst. Silja Dögg fór einnig fyrir hönd forsætisnefndar Norðurlandaráðs á fund í Helsinki um málefni Hvíta-Rússlands sem haldinn var 8. maí. Kolbeinn Óttarsson Proppé var fulltrúi Alþingis í BSPC. Hann sótti ársfundinn í ágúst og fundi fastanefndar í þjóðgarðinum í Finnlandi 14. til 15. maí og í Þrándheimi 13. nóvember. Íslandsdeild Norðurlandaráðs fundaði 11 sinnum á árinu. Fundað var í janúar 2 sinnum, febrúar 2 í apríl, júní, september, október, nóvember og 2 í desember. Til funda deildarinnar var boðið fulltrúum Norðurlandaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, Norræna félagsins, Norðurlandaráðs æskunnar, upplýsingaþjónustunnar Halló Norðurland, Norræna hússins og fleiri einstaklingum og samtökum sem tengjast norrænu samstarfi. Sigurður Ingi Jóhannsson, samstarfsráðherra Norðurlanda, kom 3 sinnum á fund Íslandsdeildar Norðurlandaráðs á árinu í apríl, september og í október. Forsætisnefnd Norðurlandaráðs æðsta ákvörðunarvald milli þingfunda ráðsins og getur tekið ákvarðanir fyrir hönd þess. Hún stýrir og samræmir starf nefnda Norðurlandaráðs, ber ábyrgð á heildrænum pólitískum og stjórnsýslulegum áherslum, utanríkis- og varnarmálum og gerir framkvæmda- og fjárhagsáætlanir ráðsins. Forsætisnefnd var árið 2018 skipuð forseta, varaforseta og allt að 15 fulltrúum sem kosnir eru á þingi Norðurlandaráðs. Forsetinn og varaforsetinn eru frá því landi sem verður gestgjafi hefðbundins þingfundar að hausti á því ári sem þeir sinna starfinu. Öll ríki á Norðurlöndum og allir flokkahópar eiga fulltrúa í forsætisnefnd. Forsætisnefndin getur skipað undirnefndir eða vinnuhópa, áheyrnarfulltrúa og eftirlitsaðila sérstök málefni í afmarkaðan tíma, svo sem fjárlagahóp sem ræði við norrænu ráðherranefndina fjárhagsáætlun hennar. Forsætisnefndin ber einnig ábyrgð á samræmingu tengsla við þjóðþing og aðrar svæðisbundnar og alþjóðlegar stofnanir. Nefndin fundaði alls 6 sinnum á árinu 2018. 6 tillögur voru afgreiddar úr forsætisnefnd
og voru samþykktar sem tilmæli Norðurlandaráðs á árinu. Þær voru kjarnorkuvopn á alþjóðavettvangi, aukið norrænt samstarf í Norður-Ameríku, norræn áhrif og samstarf við G20, norrænt áhrifamat á löggjafarstarfi ESB, eflt norrænt samstarf netvarnir, áætlanir heildarvarnir, hættuástand og dreifingaröryggi og fjárhagsáætlun norrænu ráðherranefndarinnar 2019. Þá afgreiddi forsætisnefnd 3 mál sem urðu að ákvörðunum innri málefni, tungumál í Norðurlandaráði, norrænan fánadag á degi Norðurlanda 23. mars og breytingar á starfsreglum Norðurlandaráðs. Þekkingar- og menningarnefnd Norðurlandaráðs fer með málefni sem snerta menningu, rannsóknir og menntun, grunn- og framhaldsskóla, fullorðinsfræðslu og alþýðufræðslu, þar á meðal mál sem snerta tungumálasamstarf, nýmiðla, færniþróun og nýsköpun á sviði menntamála. Nefndin vinnur einnig að málum sem snerta borgaralegt samfélag og afl og störf sjálfboðaliða, íþróttir, tungumál, kvikmyndir og fjölmiðlar, almenn og fjölbreytileg list og menning barna og ungmenna er jafnframt á starfssviði norrænu þekkingar- og menningarnefndarinnar og nefndin fundaði 5 sinnum á árinu. 5 tillögur sem afgreiddar voru úr þekkingar- og menningarnefnd voru samþykktar sem tilmæli Norðurlandaráðs á árinu. Það voru stuðning við námsfólk í hættu, gagnkvæma viðurkenningu á refsiaðgerðum vegna hagræðingar úrslita, stuðning við verkefnið Stories from the Ice, greinargerð varðandi menningarstefnu og að kanna möguleika á að koma á fót samnorrænu doktorsnámi. Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin vinnur að málefnum og viðfangsefnum sem snerta vinnumarkað og vinnuumhverfi, atvinnulíf, viðskipti, iðnað, orku, baráttu gegn stjórnsýsluhindrunum, samgöngumál og öryggi í samgöngumálum. Nefndin fjallar einnig mál sem tengjast fjármála- og atvinnustefnu, þar á meðal rammaskilyrði rannsókna, framleiðslu og viðskipta og í framhaldi af því frjálsa för á mörkuðum og vinnumörkuðum á Norðurlöndum. Byggða- og uppbyggingarstefna, fjarskipti og upplýsingatækni er einnig á starfssviði norrænu hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar. Nefndin fundaði 5 sinnum á árinu. 4 tillögur sem afgreiddar voru úr hagvaxtar- og þróunarnefnd voru samþykktar sem tilmæli Norðurlandaráðs á árinu. Þær eru aðild að stéttarfélögum, landsbundnar ráðgjafarnefndir, stjórnsýsluhindranir á Norðurlöndum, stefnu í samgöngumálum á Norðurlöndum og góð starfsskilyrði í siglingum. Norræna sjálfbærninefndin vinnur að viðfangsefnum og málum sem snerta umhverfis- og náttúruvernd, náttúruauðlindir, þar á meðal nýtingu náttúruauðlinda í landbúnaði, sjávarútvegi og skógrækt. Loftslagsmál eru jafnframt mikilvægur hluti af starfi nefndarinnar, þar á meðal afleiðingar loftslagsbreytinga sem einkum má merkja á nyrstu svæðum Norðurlanda. Meðal annarra viðfangsefna nefndarinnar má nefna réttindi neytenda, fiskveiðistjórnun, stefnumótun í landbúnaði, matvæli, kjarnorkuöryggi, líffræðilegan fjölbreytileika og sjálfbærni. 9 tillögur sem afgreiddar voru úr sjálfbærninefnd voru samþykktar sem tilmæli Norðurlandaráðs á árinu. Og þær voru norræna samstöðu á vettvangi ESB málefni skóga. Það voru 2 samnefndartillögur, sameiginlegan norrænan staðal hafnargjöld á grundvelli umhverfissjónarmiða, endurskoðun á tilskipun móttökuaðstöðu í höfnum fyrir afhendingu úrgangs frá skipum, minni losun frá siglingum á Norðurlöndum, plastagnir í drykkjarvatni, áhrif Norðurlanda í viðræðum alþjóðlegan samning Sameinuðu þjóðanna líffræðilegan fjölbreytileika, þróun fyrirkomulags varðandi áhrif Norðurlanda í viðræðum alþjóðlegan samning Sameinuðu þjóðanna líffræðilegan fjölbreytileika og nýja samstarfsáætlun á umhverfis- og loftslagssviði. Norræna velferðarnefndin leggur áherslu á norræna velferðarlíkanið. Nefndin fæst meðal annars við mál sem snerta umönnun barna, ungmenna og aldraðra, fötlun, áfengi, fíkniefni og misnotkun.
Einnig er unnið með viðfangsefni sem tengjast jafnrétti, borgaralegum réttindum, lýðræði, mannréttindum og baráttu gegn afbrotum. Samþætting innflytjenda, fólksflutningar og flóttamenn heyra jafnframt undir nefndina og sama er að segja húsnæðismál og málefni frumbyggja Norðurlanda. Nefndin fundaði 5 sinnum á árinu. 5 tillögur sem afgreiddar voru úr velferðarnefnd voru samþykktar sem tilmæli Norðurlandaráðs á árinu skyldubundna sáttameðferð fyrir forsjárhafa við skilnað af borði og sæng, sameiginlega norræna jafnlaunavottun, jafnrétti á vinnumarkaði, forvarnir gegn kulnun í starfi, samræmingu á löggjöf hinsegin fólk á Norðurlöndum, aukið norrænt samstarf í heilbrigðismálum og framkvæmd áætlun fyrir norrænt samstarf málefni fatlaðs fólks fyrir árin 2018 til 2022. Og eins og heyra má þá viðfangsefni nefndanna víðtækt og skiptir máli fyrir norrænt samfélag og afar mikilvægt að Ísland taki þátt á þessum vettvangi. Eftirlitsnefnd Norðurlandaráðs fylgist fyrir hönd þingsins með starfsemi sem fjármögnuð úr sameiginlegum sjóðum Norðurlandanna. Nefndin hefur einnig umsjón með málefnum sem snerta túlkun samninga norræna samvinnu, vinnutilhögun Norðurlandaráðs og önnur innri málefni. Og þetta fundaði nefndin 5 sinnum á árinu 2018. Kjörnefnd Norðurlandaráðs undirbýr og gerir tillögur að kjöri sem fram fer á þingfundum og aukakosningum í forsætisnefnd. Enginn íslenskur þingmaður átti sæti í nefndinu á árinu 2018. Forseti, í skýrslunni sem hér til umræðu og liggur hér frammi og einnig má finna á vef Alþingis ítarlega fjallað janúarfundi Norðurlandaráðs í Stokkhólmi, þemaþing Norðurlandaráðs á Akureyri, samráðsfund forsætisnefndar Norðurlandaráðs í Noregi, fundi Norðurlandaráðs í Nuuk, Norðurlandaráðsþing í Oslo, fundi forsætisnefndar í Espoo, þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins í Hamborg, verðlaun Norðurlandaráðs og starfsáætlun og áherslur Norðurlandaráðs á árinu 2009, en helstu áhersluatriði á árinu 2009 verða jafnréttismál, loftslagsmál, afnám stjórnsýsluhindrana og lýðræði. Forseti, ég hef lokið máli mínu en vil bara benda á hversu mikilvægt samstarfið á meðal Norðurlandanna fyrir okkur Íslendinga. Það eitt mikilvægasta samstarf sem við tökum þátt í á alþjóðavettvangi og því mjög mikilvægt að íslenskir þingmenn séu þar virkir. Ræðumaður hefur væntanlega átt við árið 2019 en ekki 2009 en það þá leiðrétt í þingtíðindum. En til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, ég þakka hv. þingmanni, starfandi formanni Íslandsdeildar Norðurlandaráðs ágæta framsögu. Þegar ljósið fór að blikka hugsaði ég að betur hefði verið meiri tími í þetta því að það af mjög mörgu að taka í þessu samstarfi eins og hv. þingmaður fór vel yfir. Listinn í raun kom manni nánast sjálfum óvart hafandi verið í þessu yfir öll þau verkefni sem við erum að taka þátt í þessu samstarfi. Og það gríðarlega mikilvægt, forseti, að við sinnum þessu starfi vel því að gott samstarf við okkar nánustu nágranna, bæði í Vestnorræna ráðinu og svo í Íslandsdeild Norðurlandaráðs. Það lykilatriði í okkar utanríkisstefnu að mínu viti að eiga sem best og nánast samstarf við það fólk sem stendur okkur næst, bæði í landfræðilegum og hugmyndafræðilegum skilningi. Sjálfur hef ég borið gæfu til að sitja núna í 2 nefndum í Norðurlandaráði eins og hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir kom inn á í sinni skýrslu, annars vegar sjálfbærninefndinni og hins vegar núna nýverið í velferðarnefndinni. Og það engum blöðum það að fletta hve
gríðarlega lík viðfangsefnin eru sem öll löndin eru að takast á við. Og sitjandi þar og svo sitjandi hér í þessum sal og nefndum hér, þá eru þetta að mjög miklu leyti sömu viðfangsefnin sem við erum að kljást við. Síðan hef ég einnig setið í þingmannaráði Eystrasaltsráðsins, BSPC, og þar aftur eru við að vinna líka að sömu hugðarefnum, sérstaklega þegar kemur að hafinu, umhverfismálum tengdum hafinu, hvernig hægt að draga úr mengun þegar kemur að skipasiglingum og einnig því sem að fer í hafið af landi. Þannig að þetta samstarf er gríðarlega mikilvægt og við eigum að vera stolt af því að vera þarna rödd á jafnræðisgrunni í þessu góða samstarfi. Mig langar einnig að koma inn á það sem ekki er síst mikilvægt og raunar hef ég leitt að í hugan að sé kannski mikilvægasti þáttur Norðurlanda samstarfsins sem að hv. Starfandi formaður Íslandsdeildar kom inn á hér í blálok skýrslunnar. En það er samvinna á milli Norðurlandanna afnám stjórnsýsluhindrana. Það er kannski það starf sem að fólk verður, upplifir kannski mest á eigin skinni án þess kannski að verða endilega vart við það. Það að geta farið á milli landa, haldið réttindum, það að ef að kemur í ljós að það sé ekki samræmi á milli réttinda og milli landa, þá sé sérstaklega hægt að beina því ósamræmi í þann farveg að yfir það setjist hópur og starfsfólk og geri sitt til að afnema þær stjórnsýsluhindranir. Það er í raun og veru lykillinn að því umhverfi sem við viljum hafa, að við hér á Norðurlöndunum getum fært okkur til og frá á milli landa að vild. Nú var ég forseti næstum búinn að segja eftir behag, reynandi að tala hér Norðurlandasamstarf, en það sem að þingmálið íslenska gat ég rétt svo setið á mér. Í Norðurlandasamstarfinu hefur mikil áhersla verið lögð á akkúrat fólkið sjálft. Þetta snúist ekki nefndir og að gera eitthvað og tala fallega á hátíðarstundum, og í því starfi er margt mjög mikilvægt, sérstaklega það sem snýr að ungu fólki. Þar höfum við í Íslandsdeildinni staðið þétt saman. Því miður hafa stundum komið upp hugmyndir niðurskurð. Það er víða í heimi verið að velta fyrir sér hvort að verið er að veita of miklum fjármunum eða hvar er hægt að spara. En þar höfum við staðið þétt saman það að allt sem lýtur að starfi ungs fólks, það verði staðinn sérstakur vörður. Þar er ég sérstaklega að horfa til fyrirbæra eins og Norðurjobb, þar sem að ungmenni geta farið á milli landa, unnið ýmiss konar störf og lifað það á eigin skinni á mótunarárunum að búa í einu af nágrannaríkjum okkar. Að lokum, forseti, vil ég taka undir með hv. Starfandi formanni þá eindrægni og samstöðu sem ríkir í Íslandsdeildinni. Við finnum það þegar við vinnum saman að okkar málefnum á þessum vettvangi, að þar tölum við einum rómi. Þar erum við sammála málefni Íslands og þær áherslur sem við viljum hafa í þessu starfi. Fyrir mér Norðurlanda samstarfið hornsteinn í utanríkispólitík Íslendinga. Við eigum að halda okkar áherslum í utanríkispólitík á þessum friðsamlegu nótum samninga, samræðna og samvinnu. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég kem hér upp bara til að taka undir þau orð sem sögð voru hér af kollegum mínum og þakka starfandi formanni Oddnýju Harðardóttur kærlega fyrir skýrsluna sem hún fór með hér áðan. Fyrst að segja að þetta er mjög svo nauðsynleg samvinna og er gefandi og er afar mikilvæg. Og það sem mig langar kannski að bæta við það sem sagt hefur verið hér, að mig langar sérstaklega að þakka fyrir alla þá aðstoð sem við höfum fengið í Íslandsdeild Norðurlandaráðs
Sérstaklega vil ég þakka fyrir túlkun sem við höfum notið og starfsfólki sem að umlykur okkur allt. Og mig langar sérstaklega að þakka ritara Íslandsdeildarinnar, Helga Þorsteinssyni, fyrir mjög svo gott utanumhald og hvernig hann hefur leitt okkur í gegnum þessa vinnu sem nú komin á ákveðin spöl og vil bara nefna þetta hér. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og þá lokið einni umræðu skýrslu norrænt samstarf á árinu 2018. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið. Vestnorræna ráðið 2018 skýrsla, mál númer 529 á þingskjali 860, ein umræða. Til máls tekur formaður Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins, hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég flyt nú Alþingi skýrslu Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins fyrir árið 2018 og stikla nú á stóru, en ítarleg útgáfa skýrslunnar fyrirliggjandi bæði í rituðu formi og á vef Alþingis. En áður en ég hefst handa við skýrslugreinargerðina þá langar mig að hverfa aðeins og horfa öxl í örstutt sögulegt yfirlit. Lögþing Færeyja, Landsþing Grænlands og Alþingi stofnuðu Vestnorræna þingmannaráðið í Nuuk á Grænlandi árið 1985, 24. september, sem samstarfsvettvang þinganna þriggja. Með því var formfest samstarf landanna sem oft ganga undir nafninu Vestur-Norðurlönd eða Vest-Norden. Stofnun ráðsins var fyrst og fremst byggð á sameiginlegum bakgrunni landanna á ýmsum sviðum, bæði með hliðsjón af nánum sögulegum og menningarlegum arfi og tengslum sem og sameiginlegum hagsmunum í umhverfis-, samgöngu- og efnahagsmálum. Á aðalfundi ráðsins árið 1997 var nafni þess breytt í Vestnorræna ráðið þegar samþykktur var nýr starfssamningur. Á sama fundi voru markmið samstarfsins skert, nýjar vinnureglur samþykktar, ákveðið að setja á fót skrifstofu ráðsins og ráða framkvæmdastjóra. Lögþing Færeyinga, Alþingi Íslendinga og Landsþing Grænlendinga velja hvert sig 6 fulltrúa til setu í Vestnorræna ráðinu. Þetta eru 18 aðilar samtals. Virðulegur forseti, markmið Vestnorræna ráðsins eru að starfa að hagsmunum Vestur-Norðurlanda, vernda auðlindir og menningararfleifð Norður-Atlantshafssvæðisins, stuðla að samvinnu ríkisstjórna og landsstjórna Vestur-Norðurlanda mikilvæg mál og vera þingræðislegur tengiliður milli vestnorrænna samstarfsaðila. Vestnorræna ráðið hefur ályktað ýmis mál, þar á meðal umhverfismál, auðlinda- og samgöngumál, björgunar- og öryggismál, málefni norðurslóða, heilbrigðismál, menningarmál og íþrótta- og æskulýðsmál, svo fátt eitt sé nefnt. Ársfundur Vestnorræna ráðsins fer með æðsta ákvörðunarvald ráðsins. Forsætisnefnd Vestnorræna ráðsins skipuleggur verkefni og störf ráðsins milli ársfunda, en forsætisnefnd samanstendur af einum fulltrúa frá hverjum landi, formanni, fyrsta varaformanni og öðrum varaformanni. Formennska í ráðinu skiptist árlega á milli landanna þriggja. Ráðið getur einnig skipað sérstakar vinnunefndir, eins og raunin hefur verið, einstök mál. Ársfundur samþykkir ályktanir ýmis mál sem síðan lögð fyrir þjóðþingana eða þjóðþinglandanna sem þingsályktunartillögur. Það merkilegt. Samþykki þingályktanirnar þeim beint til viðeigandi ráðuneyta sem bera ábyrgð á að hrinda ályktunum í framkvæmd. Á hverjum ársfundi tekin ákvörðun hvaða þema verður tekið fyrir á þemaráðstefnu ráðsins árið eftir. Árið 2002 var undirritaður samningur samstarf Vestnorræna ráðsins og ríkisstjórna Vestur-Norðurlanda. Með samningnum var kveðið á að ríkisstjórnir landanna gæfu ráðinu skýrslu stöðu framkvæmda gildandi ályktana fyrir ársfund ráðsins.
Forsætisnefnd gæfist auk þess tækifæri til að funda með ráðherrum landanna í tengslum við Norðurlandaráðsþing ár hvert. Eftir því sem kostur væri tækju ráðherrar landanna einnig þátt í fundum Vestnorræna ráðsins. Oft hefur það verið gert en annir hindra stundum. Vestnorræna ráðið vinnur jafnframt að framgöngum markmiða sinna með virkri þátttöku í norrænu og evrópsku samstarfi og norðurskautssamstarfi. Árið 2006 var undirritaður samstarfssamningur Vestnorræna ráðsins og Norðurlandaráðs. Samningurinn veitir Vestnorræna ráðinu og Norðurlandaráði gagnkvæman þátttökurétt hvort á fundum annars og formgerir samstarfið á milli ráðanna frekar. Samningurinn gerir það meðal annars mögulegt að ályktanir Vestnorræna ráðsins séu teknar til umfjöllunar í Norðurlandaráði. Árið 2011 héldu Vestnorræna ráðið og Norðurlandaráð sína fyrstu sameiginlegu ráðstefnu sem fjallaði öryggi á sjó á Norður-Atlantshafi. Önnur ráðstefna var svo haldin 2013 og fjallaði nýtingu auðlinda hafsins og svo þriðja 2016 sjálfbæra svæðisbundna þróun á norðurslóðum. Allt eru þetta mikilvæg hagsmunamálefni svæðisins. Árið 2008 varð að samkomulagi milli Vestnorræna ráðsins og Evrópuþingsins að halda reglubundna upplýsinga- og samráðsfundi. Auk þess hefur Vestnorræna ráðið áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu og þingmannaráðstefnu norðurskautsmál. Loks gerði ráðið samstarfssamning við Hringborð norðurslóða árið 2016. Virðulegur forseti, á síðasta ári hélt Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 9 fundi. Þar sem til umfjöllunar voru málefni líðandi stundar og undirbúningur fyrir fundi Vestnorræna ráðsins sameiginlegan, en Vestnorræna ráðið kemur saman tvisvar á ári til þemaráðstefnu í janúar og til ársfundar í ágúst eða byrjun september. Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins var á síðastliðnu ári haldin í Ilulissat á Grænlandi í janúar. Umfjöllunarefni þemaráðstefnunnar var tækifæri og áskoranir í ferðaþjónustu á Vestur-Norðurlöndum. Í máli fyrirlesara kom fram að bæði Færeyingar og Grænlendingar hefðu notið góðs af vinsældum Íslands meðal ferðamanna. Fyrirlesarar fjölluðu meðal annars möguleika á aukningi í ferðaþjónustu með nýjum flugvöllum sem ákveðið að reisa við Nuuk og Ilulissat. Áskoranir fælust fyrst og fremst í að dreifa álaginu til að vernda náttúruna og lífsmáta íbúanna. Ekki mætti horfa fram hjá auknum kostnaði sem skapaðist af eflingu ferðaþjónustu, til dæmis við styrkingu innviða. Á auka ársfundi samhliða þemaráðstefnunni var ítrekkuð fyrri samþykkt Vestnorræna ráðsins að setja á fót sérnefnd málefni norðurslóða. Það var gert og fulltrúi Íslands í þessari sérnefnd Bryndís Haraldsdóttir. Einnig var samþykkt verkefnatillaga áhersluefni ráðsins á vettvangi Norðurskautsráðs. Í verkefnatillögunni var ákveðið að Vestnorræna ráðið myndi leggja áherslu á auknar rannsóknir á vímuefnanotkun ungmenna á norðurslóðum í samstarfi við fyrirtæki rannsóknir og greiningu. En árangur þeirra hefur vakið athygli víða lönd og raunar þetta fyrirtæki að veita þjónustu í fjölmörgum löndum. Verkefnatillagan gerði ráð fyrir að sett yrði á fót sérstök verkefni á vettvangi Norðurskautsráðs og að skrifstofa Vestnorræna ráðsins færi með verkefnastjórn og aðstoðaði við framkvæmdina. Forsætisnefnd og ársfundur fjölluðu talsvert málið á árinu og rætt var að fara þá leið að vekja athygli á starfsemi rannsóknar og greiningar á fundi á vegum íslensku formennskunnar í Norðurskautsráðinu nú í haust. Ársfundur Vestnorræna ráðsins var haldinn í lögþinginu í Þórshöfn í Færeyjum 4. til 5. september og það var í annað sinn sem ársfundur var haldinn í þingsal aðildarlands.
Utanríkisráðherrar landanna þriggja tóku þátt í leiðtogafundi sem bar yfirskriftina Staða Vestur-Norðurlanda í nýjum veruleika alþjóðastjórnmálanna. Þemað átti uppruna sinn í ályktun Vestnorræna ráðsins frá árinu 2016 að halda sameiginlega ráðstefnu þar sem þessi staða yrði kröfin. Ráðstefna þessi var einmitt haldin hér í Reykjavík í gær. Utanríkisráðherrar landanna stóðu að málstofu málefnið á hringborði norðurslóða í október og tekin var svo ákvörðun á ársfundi að þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins sem haldin var eins og áður segir í gær, þá yrði lögð undir málefnið í nokkrum málstofum sem yrðu opnar almenningi. Ráðstefna tókst afar vel og fróðleg og hana má finna á upptöku á heimasíðu Vestnorræna ráðsins. Á ársfundi voru samþykktar 2 ályktanir sem báðar voru lagðar fram af Íslandsdeild. Í þeirri fyrri voru ríkisstjórnir Vestur-Norðurlanda hvattar til að kanna möguleika á auknu samstarfi á sviði íþróttamála. Í ályktuninni kom fram að mikilvægt væri fyrir æsku vestnorrænna landa að kynnast á vettvangi íþrótta og menningar. Það væri hinn kjörni vettvangur fyrir ungt fólk að kynnast og hittast með uppbyggilegum hætti. Þetta væri hægt að gera til dæmis með því að halda vestnorræn íþróttamót fyrir börn og unglinga í samstarfi við íþróttayfirvöld eða íþróttasamtök viðkomandi landa. Í annarri ályktuninni var kallað eftir stofnun samstarfsvettvangs framtíð vestnorrænna tungumála í stafrænum heimi. Í ályktuninni var bent á ógnina sem steðjar að stærri tungumálum í kjölfar stafar af ógninni sem stafar af smærri tungumálum átti þetta vera. Í kjölfar hinnar stafrænu byltingar. Mikilvægt væri að leggja rækt við þróun máltækni búnaðar til að styrkja stöðu tungumálanna. Á Íslandi hafin fagleg og vönduð vinna í þessa átt og hugur fulltrúi Vestnorrænu nefndinni stendur til samstarfs við þá góðu aðila. Ályktanirnar verða lagðar fram sem tillögur til þingsályktunar á Alþingi á vorþingi sem nú stendur yfir. Forsætisnefnd Vestnorræna ráðsins sem samanstendur af formönnum landsdeilda Íslands, Grænlands og Færeyja átti sinn árlega fund með sendinefnd Evrópuþingsins í Reykjavík í febrúar. Evrópuþingmenn lýstu áhuga sínum á að fræðast íslensk lög jafnlaunavottun sem gengu í gildi í janúar 2018. Einnig var á fundinum rætt innflutning á selaafurðum til Evrópusambandsins og málefni norðurslóða. Þá tók forsætisnefnd þátt í 70. þingi Norðurlandaráðs í Ósló í lok október, þar sem hún fundaði með ráðherrum Vestur-Norðurlanda og forsætisnefnd Norðurlandaráðs. Til umræðu á þeim fundi voru meðal annars aðgerðir til að stemma stigu við plastmengun í hafi, málefni norðurslóða og verndun tungumála á tímum stafrænnar byltingar. Virðulegur forseti, framkvæmdastjóri Vestnorræna ráðsins Inga Dóra Markússen lét af störfum í upphafi ársins og í janúar gekk forsætisnefnd frá ráðningu Sigurðar Ólafssonar í stöðuna í kjölfar þess að Vestnorræna ráðið fékk áheyrnaraðild að í kjölfar þess að Vestnorræna ráðið fékk áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu árið 2017 hafa aðildargjöld þjóðþinganna til ráðsins hækkað og samkvæmt ályktunum Vestnorræna ráðsins skyldu aukin fjárráð nýtt til að ráða annan starfsmann á skrifstofu ráðsins í hálfa stöðu. Auglýst var eftir starfsmanni í hálfa stöðu í desember síðastliðnum og mun ráðning fara fram á næstu vikum. Þetta til marks auknar áherslur Vestnorræna ráðsins í málefnum norðurslóða. Íslandsdeild, virðulegur forseti, lagði fram 5 tillögur til þingsályktunar á vormánuðum 2018 upp úr ályktunum Vestnorræna ráðsins frá ársfundum ráðsins frá því árum 2016 og 2017. Ályktanirnar 5 voru samþykktar á Alþingi í apríl. Virðulegur forseti, ég hef farið nokkrum orðum starfsemi Norræna
ráðsins Íslandsdeildar á árinu 2018 sem var blómlegt og lærdómsríkt á margan hátt. Þegar ég sem hér stend tók þátt í starfi að setjast í Vestnorræna ráðið, þá lá svo sem ekki fyrir mikil þekking á starfseminni, en mér orðið það ljóst hversu mikilvægur vettvangur þetta fyrir öll hin vestnorrænu lönd. Það steðja að okkur ýmsar ógnir. Við þekkjum öll umræðuna loftslagsmálin, það eru umhverfismálin, það eru auðvitað tungumálin í þessum löndum, það eru öryggis og umferðarmál hafið, og það eru hagsmunamál sem að tengja okkur saman, atvinnumál og fleiri þættir. Það margt sem hnýtir þessi lönd saman. Ísland í þeirri stöðu að vera stóri bróðir í samstarfinu og það því verkefni gegnum við vitandi það hversu vandasamt það Við upplifum það að þetta samstarf gríðarlega mikilvægt bæði Grænlendingum og Færeyingum í sinni þjóðréttarlegu stöðu. Þá það þeim mikilvægt því að þetta svo vettvangur sem að þessi lönd hafa og gluggi að mörgu leyti út í heiminn án þess að hafa konungsveldið sem að andar honni hálsmálið á þeim. Mér því ljóst að það eru ærin verkefni fram undan og á nýliðnum fundi Vestnorræna ráðsins sem að stendur raunar yfir hér á Íslandi þessa dagana, þá fóru fundarmenn í dálitla skoðun á hlutverki og framtíð Vestnorræna ráðsins og það verður fróðlegt að vita hvað kemur út úr því, en menn voru á sammála það að mikilvægi Vestnorræna ráðsins það fer vaxandi. Ein spurningin sem við veltum fyrir okkur, myndum við, ef við værum að velta fyrir okkur að stofna Vestnorrænt ráð, myndum við stofna það í dag? Og það veltist enginn í vafa að það myndum við gera og hafa það jafnvel enn öflugra og burðarmeira í öllum sínum störfum en það í dag. Að lokum vil ég þakka starfsfólki Alþingis fyrir öll þau störf og þá aðstoð sem að Vestnorræna ráðið fær að njóta hér. Það mikils virði að hafa hæft fólk sem að þekkir vel til staðhátta á þessu landsvæði og við vonumst til þess að Vestnorræna ráðið fá að eflast ókomna framtíð. Einn hv. þingmaður óskar eftir eitt andsvar, það Njáll Trausti Friðbertsson, hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, það vakti áhuga minn að spyrja út í þemaráðstefnuna sem haldin var í Grænlandi í lok janúar í fyrra, sem á ferðaþjónustuna í vestnorrænu löndunum og kannski sérstaklega þá að Grænlendingunum og það sem menn eru að huga því að byggja upp ferðaþjónustu á Grænlandi með uppbyggingu flugvalla og fleiri hluta. Það sem snýr að öryggismálum, fjarskiptum og almennt samgöngum sem tengjast þessum málefnum, hvernig umræðan hefur verið þar þessi mál og þá kannski sérstaklega öryggismál, maður lítur til skemmtiferðaskipa að sigla langt norður höfum við Skorreskrísund og það vaxa mjög skipatrafík þar af skemmtiferðaskipum og þau stækka og stækka. Þetta hefur verið eitthvað ávarpað á þemaráðstefnunni það sem snýr að þessum og öryggismálum hérna norður af Íslandi og kannski sérstaklega á austurströndinni og svo það sem snýr af fjarfestingu, það líka, eða fjarskiptum segir. Það líka áhugavert að sjá tölurnar að í dag ferðamenn, það sem kemur fram í fínni áskýrslu Vestnorræna ráðsins, þetta séu 37.000 ferðamenn í dag sem koma til Grænlands og þeir að spá og stefna því að þetta verði árið 2040, þetta geti voru 74.000
hækki helming. Hvernig þeir líta svona bara á mikilvægi þess, og það kannski síðan þessi þáttur að það sem maður heyrt og það minnst á í skýrslunni að heimafólk á svæðinu virðist ekki vera að starfa í greininni, að þetta séu mikið erlenda ferðaskrifstofur sem koma að með þessi eigin tækjabúnað og starfsmenn. Þannig að efnahagslega áhrifin kannski skili sér ekki nægilega til viðkomandi samfélag, hvort þetta er bara rætt á þessari þemaráðstefnu. Þetta er raunlega það sem að hugsa líka hérna heima við hvað verður eftir í samfélaginu hjá okkur, verðmætasköpunin sem verður til af til dæmis ferðaþjónustu. Þannig að þetta vekur bara áhuga minn. Takk. Það svarar andsvari fyrir sinn Guðjón S. Brjánsson, hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir áhugaverða fyrirspurn. Jú, þessi málefni voru rædd og það er svo áhugavert varðandi þessi lönd. Þó við séum öll fámenn, þá eru aðstæður mjög mismunandi í þessum löndum. Öll löndin horfa með mikil aðdáun og á árangri Íslendinga í ferðaþjónustu og skilja hann ekki. Skilja ekki hvernig við getum klárað okkur að þessu. Grænlendingar hafa auðvitað áhuga á því að auka ferðaþjónustuna. Uppbygging flugvallana er auðvitað liður í því. Færeyingar sömuleiðis, en þeir horfa mjög mismunandi augum á þetta. Grænlendingar eru miklu uppteknir af því að verja landið sitt og stjórna áganginum. En innviðirnir eru ekki mjög sterkir og þeir kvarta sjálfur undan því að það komi þarna persónur og leikendur yfir háannatímann kannski, veiti einhverja þjónustu og séu svo farnir. Það verði ekki til kannski þessi nauðsynlega þekking í landinu og stöðugleiki sem þarf að verða. Færeyingar horfa á þetta miklu líkar okkur en þó í minni skala. En auðvitað verða þeir varir við áhuga stórveldina núna í sambandi við byggingu flugvallana. Þeir verða varir við áhuga Bandaríkjamanna, þeir sem vilja hafa einhver ítök þarna, og ég held að sé nú komið á eitthvað samkomulag það varðandi þessa flugvallagerð. En það er merkilegt að upplifa þennan rótgróna vilja og ást Grænlendinganna á landinu sínu. Þeir vilja ekki fórna landinu sínu undir ferðamennsku, þeir vilja hafa fulla stjórn. Það er ansvari síðar sinn Njáll Trausti Friðbertsson, hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Herra forseti. Það var nefnilega mjög áhugaverð þróun á Grænlandi þarna í september síðastliðnum. Þegar hluti gerðist býsna hratt sem tengdist flugvöllunum og uppbyggingu þeirra, sem er svona grundvallar, menn hugsa þetta sem út frá öryggissjónarmiðum og síðan almennt bara að ferðast Grænland sem er geysi dýrt, að byggja upp vellina í Nuuk og Ilulissat og Narsarsuaq væntanlega. Mér finnst persónulega þetta mjög spennandi, þetta eykur öryggi á Atlantshafinu og fyrir alþjóðaumferð og í svona stóra samhengi hlutana. En síðan náttúrulega var þarna ákveðin framvinda sem að sneri að þessu varðandi, eins og hv. þingmaður Guðjón Brjánsson minnist á, varðandi þetta samspil sem var þarna þegar hversu hröð þróunin var í september varðandi flugvallagerðina hjá það sem snýr að Kínverjum, Bandaríkjamönnum og dönsku stjórninni og miklar sviptingar. Ég hef persónulega töluvert miklar áhyggjur af öryggismálum norður í höfum og vildi sjá að við myndum gera mun betur og vonandi heldur Vestnorræna ráðið áfram vinnu að skoða þau mál. Ég veit að menn eru að skoða þetta víða í Norðurskautsráðinu og víðar sem snýr að öryggismálunum. En svo hef ég persónulega mjög mikinn áhuga á gervihnattarleiðsögu og bættum fjarskiptum sem snúa að gervihnöttum og þeirri tækni. Og þetta myndi gera geysilega mikið einmitt á Grænlandi og Íslandi ef við myndum fylgja í spor Færeyinga og þann árangur sem Færeyingar hafa náð í gegnum gervihnattarleiðsögu á sínum flugvelli í Vogum og gjörbreytt öllu umhverfið þar, að það er gríðarlegt framfari fyrir Grænlendinga og Íslendinga að ná svipaðri tækni yfir Ísland í gegnum EGNOS og ESA og þessa hluti. Þannig að ég vona að það verði áframhaldandi vinna
í Vestnorræna að ýta við þessum hlutum og kannski opna þessi málefni svolítið inn í Vestnorræna ráðinu sem snúa að gervitnaleiðsögu á öllu svæðinu. Svarar síðan andsvari Guðjón S. Brjánsson, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Já, virðulegur forseti, þakka andsvar hv. þingmanns. Fjarskiptin eru erfitt viðfangsefni í gríðarlega stóru landi og strjálbýli eins og Grænlandir og það er ein stóra áskorunin hjá þeim. Og þeir hafa sömuleiðis áhyggjur af aukinni umferð stórra skipa, bæði flutningaskipa og farþegaskipa við strendur Grænlands og þeir kvarta undan því að það þurfi að herða dálítið reglurnar varðandi aðkomu skemmtiferðaskipa að landi því að þeir segja hreinlega að skemmtiferðaskipin sé að hleypa fólki á land án eftirlits og án leyfa og þetta er ein áskorunin og við höfum þetta rætt það í Vestnorræna ráðinu hvort að við getum unnið saman að einhverjum sameiginlegri sýn varðandi þessi atriði. En öryggismálin eru þeim huglæg. Það er engin vafi. Og varðandi flugleiðsögnina, það er líka stórt verkefni og við gerum auðvitað ráð fyrir því að Grænlendingar muni nýta sér bestu fáanlegu tækni. Færeyingar hafa náð varðandi sínar flugvélar sem að lenda í Færeyjum miklum árangri og mér skilst, þó ég hef ekki þekkingu á því, þeir eru með sérstakan búnað sem að öll flugfélög ráða ekki yfir eða hafa ekki færni til að nýta. En flugsamgöngur við Færeyjar hafa nefnilega gengið giska vel með þessum stóru flugvélum. Andsvari lokið. Til máls tekur Steingrímur J. Sigfússon, hv. 2. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Já, herra forseti, þó það sé fremur óhefðbundið miðað við núverandi stöðu mína hér á Alþingi þá ætti ég að láta eftir mér að segja nokkur orð. Hér þegar við ræðum áðan norrænt samstarf og núna vestnorrænt. Og það geri ég og þar tala ég fyrst og fremst sem þingmaður sem hef sinnt þess konar samstarfi mjög lengi. Satt best að segja nánast samfellt í tæplega 36 ára störfum mínum hér á þingi. Þá hef ég annaðhvort setið í Vestnorræna ráðinu eða Norðurlandaráði eða sinnt störfum í ráðherraráði Norðurlandaráðs. Og svo vill til, af því að hér var nefnt lauslega í framsöguræðu aðdragandinn að tilurð Vestnorræna ráðsins eða stofnfundur þess í Nuuk í Grænlandi 24. september 1985, að ég satt þann fund og nú væntanlega einn eftir, allavega starfandi í stjórnmálum, sem að það gerði. Og ég satt reyndar í undirbúningsnefnd Íslendinga, Grænlendinga og Færeyinga sem á árunum 83 til 85 lagði grunninn að samningunum Vestnorræna ráðið. Það var góður skóli og merkileg upplifun að kynnast þar stórbrotnum stjórnmálamönnum eins og Jónatan Motzfeldt, Erlendi Pattersssyni frá Kirkjubæ og leiðtogi okkar Íslendinga í því tilviki var Páll Pétursson. Reyndar má segja að Erlendur Pattersson, sá stórmerki stjórnmálamaður, hafi verið aðalfrumkvöðullinn að því að Vestnorræna ráðið varð til, en hann flutti slíkt samstarf tillögur í Norðurlandaráði og barðist ötullega fyrir því að samstarfi kæmist á fót. Fyrir honum vakti að sjálfsögðu fyrir utan gott samstarf þessara grannríkja að með þessu væru Færeyingar að stíga skref í átt til aukins sjálfstæðis og gerast fullgildir þátttakendur í alþjóðlegu samstarfi. Og það er það merkilega meðal annars við Vestnorræna ráðið og þar sitja Færeyingar og Grænlendingar á jafnréttisgrundvelli til borðs með fullvalda og sjálfstæðu ríki. Vestnorræna ráðið, eða þetta samstarf þjóðþinganna, þjónar í mínum huga margþættum tilgangi. Það sem slíkt ályktanir þess og störf hafa mikið gildi,
En það skyldi enginn horfa fram hjá þeirri staðreynd að í gegnum 3 sinnum 6 þingmenn sem endurspegla flesta eða jafnvel alla flokka sem þingmenn eiga kjörna í viðkomandi þjóðþingum, þá eru á hverjum tíma 10% íslenskra þingmanna og 20% færeyskra og grænlenskra þingmanna virkir þátttakendur í vestnorrænu samstarfi. Þeir hafa þar með tekið að sér ábyrgðina á og þá skylduna til að byggja upp og efla þetta samstarf. Þeir mynda sterkt tengslanet og hlutfallslega fjölmennt borið saman við fjölda þingmannanna í viðkomandi þjóðþingum sem hefur þessar skyldur á herðum. Það hefur mikið gildi fyrir vestnorrænt samstarf í sjálfu sér og skyldi enginn vanmeta. Bæði gagnvart því að koma góðum málum áleiðis og vinna þeim brautargengi, en vera líka til staðar ef vandamál koma upp í samstarfi ríkjanna. Og því það getur jú gerst. Þó almennt lítum við svo á og almennt séu fyrir því fullar innistæður að þetta samstarf gangi vel og sé gott, þá gerist það auðvitað inn á milli að einnig þessar nágranna þjóðir og vinaþjóðir þurfa að leysa úr málum sín í milli. Og þannig hefur það auðvitað lengi verið. Þá getur skipt miklu máli að eiga tengslanet stjórnmálamanna sem þekkjast vel og geta haft samband sín í milli. Bæði yfir landamærin en líka innan stjórnmálanna í viðkomandi löndum. Og þannig hefur Vestnorræna ráðið og þingdeildir, landsdeildir þess á köflum beitt sér. Þannig var til að mynda ástandið að milli Íslands og Grænlands hafi gengið lítið að ná samningum mörg mikilvæg hagsmunamál og sérstaklega á sviði sjávarútvegs. Það var ósamið deilistofna milli Íslands og Grænlands árabil, grálúðu, karfa og fleiri rækju og fleiri mikilvægar tegundir. Og þá auðvitað beittu þingmenn sér í löndunum báðum fyrir því að úr þessu þyrfti að leysa. Á 10. áratugnum kom upp umræða á Íslandi að það væri ástæðulaust að láta Færeyinga lengur hafa botnfisk eða bolfiskskvóta á Íslandsmiðum. Þá beitti Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins sér gegn hugmyndum af því tagi með þeim rökum að það yrði skaðlegt fyrir langtíma sambúð ríkjanna og samstarf og það væri heimskuleg ráðstöfun að einhliða ýta Færeyingum út úr íslensku lögsögunni, hvar þeir höfðu fengið að vera einir þjóða eftir að við færðum landhelgina út. Það var sem betur fer niðurstaðan að Færeyingar héldu sínum kvóta, fengu reyndar loðnu kvóta í viðbót þegar erfiðast var hjá þeim í kreppunni upp úr 1990. Og viti menn, fáum árum síðar fór það að skipta Ísland heilmiklu máli að hafa opinn aðgang að færeysku lögsögunni þegar við hófum aftur veiðar á norsk-íslenskri síld og reyndar fleiri tegundum. Og því ég að rekja þetta lítillega, herra forseti, að nú uppi svipaðar aðstæður. Nú því miður þannig statt í samskiptum Íslands og Færeyja að búið að segja Hoyvíkursamningnum upp, fríverslunarsamningnum upp, og það engin fiskveiðisamningur í gildi milli landanna. Þetta að mínu mati óásættanlegt ástand. Og ég vil nota þennan ræðustól til þess að skora á ríkisstjórnir landanna og þjóðþing landanna og sérstaklega þingmennina í Vestnorræna ráðinu, bæði þá færeysku og íslensku, að beita sér í þessu máli. Að setja þrýsting á stjórnvöld að setjast í alvöru niður og leysa úr þessu. Varðandi Hoyvíkursamninginn þá hefur svo sem verið vitað að hann hefur verið viss núningur og Færeyingar ekki allir mjög sáttir við ákvæði hans. Og nú hefur það komið upp að ákvæði Hoyvíkursamningsins fríverslun og fjárfestingafrelsi rekast á við nýja löggjöf fiskveiðimál í Færeyjum sem setja takmarkanir á fjárfestingar erlendra aðila í sjávarútvegi. Varðandi það vil ég segja efnislega að Íslendingar ættu að fara varlega í því að andmæla því í sjálfu sér að Færeyingar setji slík ákvæði í sína fiskveiðilöggjöf, því það höfum við jú áratugi gert að takmarka eða banna alveg fjárfestingar erlendra aðila í fiskveiðum. En það þarf hins vegar að leysa úr þessu máli
með skynsamlegum ráðstöfunum og eftir atvikum þá endurskoðun þeirra ákvæða Hoyvíkursamningsins sem eru núna í mótsögn við færeyska löggjöf. Og það er auðvelt, að mínu mati auðvelt verk að finna á því lausn. Að öðru leyti hefur samningurinn þjónað báðum löndum vel, viðskipti milli þeirra hafa stóraukist í tíð samningsins og nú hin síðari ár hefur einmitt svo ánægjulega þróun orðið, sérstaklega 2-3 síðustu árin, að Færeyingar koma út í plús þegar gerð eru upp heildarviðskipti landanna. Það er að segja bæði vöru, þjónustuviðskipti og fjármagnsviðskipti. Þannig að ég endurtek áskorun mína og brýningu í þessum efnum að þessu verði unnið. Sama gildir að sjálfsögðu fiskveiðisamninginn, að það er úrlausnarefni að koma honum aftur á og þarf að gerast í síðasta lagi fyrir vorið áður en að Færeyingar samkvæmt venju færu að koma hér á Íslandsmið á sínum línubátum til að veiða sinn hlut. Ég vil svo að síðustu bara þakka almennt fyrir störf Vestnorræna ráðsins. Ég átti þess kost að sitja hluta af temaráðstefnunni í gær í Norræna húsinu og það var ánægjulegt og þar voru meðal annars ræddar mjög áhugaverðar hugmyndir sem ég vil aðeins lyfta í þá veru að Vestnorræna ráðið gerir sig meira gildandi og jafnvel móti sér sameiginlegar vestnorrænar áherslur í málefnum heimskautasvæða og eftir atvikum í glímunni við loftslagsbreytingar og annað því líkt. Það finnst mér vera mjög spennandi, stór og góð hugmynd og rímar vel við nýfengna áheyrnaraðild Vestnorræna ráðsins að heimskautaráðinu. Þannig að ég sömuleiðis hvet menn til dáða í þeim efnum. Ég held að það væri mjög spennandi og skynsamlegt að styrkja hina vestnorrænu vídd í þessu samhengi gegnum sameiginlegar áherslur að einhverju leyti sem menn mótuðu sér á þessum vettvangi. Loftslagsmálin og heimskautamálin snúast auðvitað eða beina auðvitað mjög sjónum af einu landanna, það er að segja Grænlandi og þróun Grænlandsjökuls og öll þau áhrif sem þar eru kannski stærst og sýnilegust af hlýnuninni. Þau ber oft niður í Grænlandi og þá næst á eftir Antarktíku. Þess vegna er það spennandi að vera með í því og tengja Ísland við það og eftir atvikum líka Færeyjar og það gæti meðal annars gert í gegnum sameiginlega stefnumótun af þessu tagi. Einn þingmaður er óskað eftir að veita andsvör. Það er Guðjón S. Brjánsson, hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni og okkar virðulega forseta fyrir litla sögustund og upplýsingar. Það er merkilegt að hv. þingmaður hefur fylgst með starfi Vestnorræna ráðsins frá upphafi og er einn af skilgetnum feðrum ráðsins, skulum við segja. Þeir eru verið einn í þessu tilviki og það eru sömu málefni sem uppi er ennþá í þessu samstarfi og það þarf að skerpa á mörgum með þetta. Nefnd voru loftslagsmálin. Það er nú bara þannig að það kom fram einmitt á þemaráðstefnunni í gær að Grænlendingar eru þegar farnir að finna hastarlega fyrir þeim breytingum sem eiga sér stað í umhverfinu. Fiskimenn og veiðimenn á norðurströndinni, þeir geta ekki sinnt störfum sínum eins og þeir gerðu áður. Þeir geta ekki sótt sjóinn og veitt með sama hætti og þeir gerðu fyrir vegna loftslagsáhrifa. Mig langar aðeins að beina því til virðulegs forseta, spyrja hann að því varðandi, nú af því að hann hefur fylgst með Vestnorræna ráðinu frá upphafi, hvort að Vestnorræna ráðið hafi þróast í þá átt sem hann kannski hefur talið og hvort að Vestnorræna ráðið í hans huga standi undir þeim væntingum sem menn höfðu til ráðsins og hvar við þá þyrftum að beita okkur betur en nefna þó að við munum taka brýningu hans alvarlega varðandi yfirstandandi núning og munum senda frá okkur ályktun.
Svarar fyrir andsvari Steingrímur J. Sigfússon, hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, það gott að heyra og ég bíð spenntur eftir því að heyra þá ályktun sem að Vestnorræna ráðið lætur frá sér þá að þessu tilefni. Varðandi sögustundina þá vil ég nú ekki auka minn hlut í því. Málið var komið á hreyfingu og eins og ég nefndi að frumkvæði Erlendar Patrekssonar ekki síst og fékk góðar undirtektir og fyrir því var áhugi í öllum löndunum, en það var vissulega gaman að fá að taka þátt í þessari fæðingu, að vinna í undirbúningshópnum og vera svo með á stofnfundinum. Á 30 ára afmæli Vestnorræna ráðsins sem haldið var í Færeyjum fyrir nokkrum árum þá var ég boðinn sérstaklega sem einn af örfáum sem til staðar voru ennþá í stjórnmálum til að minnast tímamótanna og ég sagði nú þar í ávarpi að ég liti á sjálfan mig sem svona sýnishorn, svona sýningargrip, svona múseumstykki, fyrirgefðu forseti, og væri þarna fyrst og fremst til sýnis til að menn sæju hvernig þessi menn hefðu litið út sem að gerðu þetta á sínum tíma. En varðandi Grænland og það hvernig loftslagsáhrifin hitta það land, þá tek ég bara undir með hv. þingmanni og ég nefndi það sérstaklega í minni stuttu tölu að auðvitað hverfast mjög mörg af þessum málum mikið aðstæðurnar þar og Grænlandi mjög mikið í fókus þegar kemur að áhrifunum fyrir nú utan að vera jafn stórbrotið og merkilegt og það áherslur okkar inn í þetta og rödd okkar inn í heimskautaráðið eða annars staðar þessi mál eru fyrst og fremst rædd að mínu mati eiga ekki síst að taka útgangspunkt í lífi íbúanna á svæðinu. Það nefnilega það sem þarf oft að minna á í þessari umræðu, að Vestur-Norðurlönd og heimskautasvæðin ekki bara ís eða auðlindir, heldur það líka fólk. Og síðustu hefur Vestnorræna ráðið staðið undir væntingum, já, það hefur gert það og að mínu mati, ég get ekki annað sagt en í það heila tekið ég mjög sáttur við störf þess og þróun og núna tel ég að það standi sterkt. En ég get vissulega viðurkennt að það kom tímabil þar sem ég hafði áhyggjur af Vestnorræna ráðinu og þá heyrði maður í of miklu mæli umræður það hvort að það væri gagnslaus kaffiklúbbur og hefði eitthvað upp á sig að halda því áfram. Þá veitir síður andsvar, svarar. Hvað ég búinn að stilla þessu upp? Veitir síður andsvar Guðjón S. Brjánsson, hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Þetta einstakt samstarf á margan hátt eins og virðulegur forseti rakti. Þarna eiga sér stað umræður í hópi annars vegar fullvalda þjóðar og svo hins vegar þjóðar sem eiga undir öðrum æðri aðila. Dálítið mikið. Samstarfið farsælt. Þarna eru persónuleg kynni, ríkur þáttur og það það sem að veldur nú ræður úrslitum í mörgum tilvikum eins og hv. þingmaður þekkir í gegnum langa reynslu við lausn mála. Að það þarf meira en formsatriði, það þarf meira en fundi embættismanna og stjórnmálamanna. Það eru persónuleg kynni og persónulegt traust. Samstarfið hefur verið farsælt á marga lund. Okkur þykir vænt hvert annað. Þetta eins og stór fjölskylda, þó það sé nú kannski ódýr klisja, en það nú þannig. En svo koma atriði þar sem við erum samkeppnisaðilar. Við erum að keppa á atvinnumarkaði eins og í fiskiðnaðinum, þar sem miklir hagsmunir eru í húfi og þar kannski missa menn nú eitthvað fótanna og missa einbeitinguna og hafa ekki þessa kannski sameiginlegu sýn sem við þurfum kannski að hnykkja alveg stöðugt og alltaf á. En þess vegna leggjum við áherslu á það að Vestnorræna ráðið með varlegum en markvissum hætti nálgist þetta vandamál sem núna uppi í samskiptum með formlegan hátt og við veltum því fyrir okkur líka eigum við kannski að útvíkka samstarfið til þess að 3 þjóðir geri með sér
fríverslunarsamband. Það gerðist ekki þegar Hoyvík varð til og hv. þingmaður kannski getur upplýst okkur ástæðu þess. Forseti minnir þingmönnum að halda ræðutíma. Og þá svarar síðar Steingrímur J. Sigfússon, hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, herra forseti, ég held að ástæða þess að Grænlendingar treystu sér ekki inn í svo víðtækan fríverslunarsamning eins og Hoyvíkursamningurinn hafi nú fyrst og fremst verið sú að þeir töldu sig vanbúna til þess og ekki bara tilbúna í slíkt samstarf og kemur þar auðvitað margt til. Þeirra tolla- og skattkerfi talsvert á öðrum stað en okkar og svo framvegis. Ég held að sé ákaflega mikilvægt að leggja áherslu á langtímagildi og langtímaverðmæti sem fólgið í þessu sambandi þegar að upp koma tímabundin vandamál sem þarf að takast á við. Hættan sú að stjórnmálamennirnir verði of staðbundnir og of þröngir og horfi bara á sína hlutdeild í einhverjum kvóta einhverjar einnar fiskitegundar eða hvað það í staðinn fyrir að horfa á samlegðaráhrifin og verðmæti sem fólgið í því fyrir grannlönd að vinna vel saman. Það svo miklu og margfalt verðmætara fyrir löndin og við getum tekið þar ferðaþjónustuna og samlegðaráhrifin af því að hún byggist upp og eflist. Það mikið í það að sækja fyrir Grænland og eftir atvikum líka Færeyjar hvað uppgangurinn hefur orðið mikill í ferðaþjónustu á Íslandi, því það ákveðið yfirfall héðan þangað og svo framvegis. Og það svona sem þarf að horfa á þetta. Ég vil líka nefna hér, og það talað af hreinskilni það hefur alltaf haft nokkur áhrif á mig og stýrt mér að þarna erum við Íslendingar að vinna með ekki bara grannþjóðum okkar, heldur líka þjóðum sem á leið til aukins sjálfstæðis og að sækja sér aukna sjálfstjórn og heimastjórn og hafa það markmið að minnsta kosti margir hverjir í stjórnmálum landanna að þau eigi að enda sem sjálfstæð ríki. Og það stendur auðvitað okkur Íslendingum ákaflega nærri, sem nú ekki lengri í burtu frá því að við fengum okkar fullveldi en 100 árum og svo framvegis, að vera frekar hjálplegir í slíkum tilvikum en hitt. Andsvörum lokið. Til máls tekur Bryndís Haraldsdóttir, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Guðjóni S. Brjánssyni fyrir að flytja okkur hérna skýrsluna. Mig langar líka að þakka hv. þingmanni Steingrími J. Sigfússyni og virðulegum forseta þingsins fyrir að taka þátt í umræðunni. Ég held að það skipti okkur líka miklu máli, við sem erum nú kannski heldur nýrri í þessu starfi, að fá að heyra söguna og reynsluna sem virðulegur forseti hefur vissulega. Ég sit í Íslandsdeild Vestnorræna ráðinu og hef gert það síðan ég kom hingað inn á þing og ég verð að segja að þetta virkilega áhugavert alþjóðasamstarf og mig langar líka að segja að það kannski mun merkilegra og mikilvægara heldur en margir kynnu að halda við fyrstu sýn. Það að við störfum hérna með þessum nágrannaþjóðum okkar, þjóðþingum þeirra sem eru ekki alveg sjálfstæðar þjóðir en hafa þó töluvert sjálfræði í sínum málum, þó það sé ekki alveg öllum. Og það nú kannski líka það sem gerir það svolítið spennandi að þessar þjóðir auðvitað horfa til reynslu og sögu okkar. Og eins og virðulegur þingmaður sem talaði hér á undan mér talaði einmitt að það flestir sem stefna í þá átt. Að þá held ég að þessar þjóðir hafi mörgu að deila sín á milli og hagsmunir þessara þjóða eru auðvitað mjög sambærilegir. Við erum allt eyjur sem búum hér úti í miðju Norður-Atlantshafinu, eigum mjög mikið undir auðlindum hafsins og þar af leiðandi eru auðvitað loftslagsmálin og áhrif þeirra á hafið okkar, heilbrigði hafsins, súrnun sjávar, bráðnun jökla, allt þetta auðvitað risastórt mál fyrir allar þessar þjóðir. Og ég held að þarna nákvæmlega í þessum þætti hafi þessar þjóðir mjög virka rödd og eigi að hafa mjög sterka rödd þegar kemur að því að tala fyrir friðsamlegu,
alþjóðlegu samstarfi á sviði vísinda og rannsókna á norðurslóðum. Og nú gætu kannski sumir haldið að ég væri hér fyrst og fremst að tala norðurslóðamál og ég veit að hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson kemur hérna á eftir og talar þingmannanefnd norðurslóðamála, en Vestnorræna ráðið hefur starfað töluvert með þeirri þingmannanefnd, enda hefur Vestnorræna ráðið áheyrnaraðild að því þingmannaráði og þarna fara saman sameiginlegir hagsmunir. Við erum einmitt, eins og fram hefur komið, að halda þemaráðstefnu þessa dagana, eða héldum þemaráðstefnu í gær og erum að halda innri fundi Vestnorræna ráðsins þessa dagana. Og það var mjög áhugavert að hlusta á fyrirlesarann í gær og ekki síst að hlusta á þá umræðu sem átti sér stað í pallborðinu einmitt þessa þróun mála og hvernig þessar þjóðir sjá fyrir sér að þessi mál þróist. Það er hægt að fara í svartsýnisgírinn og segja að okkur steðji þetta sem okkur gerir, mikil hætta á þeim loftslagsbreytingum og það er algjörlega óvíst heilbrigði hafsins og þeirra auðlinda sem við höfum í gegnum tíðina treyst hvað mest á. En það er líka hægt að horfa til þess að oft í ógnununum leynast tækifæri. Og það er spurning hvernig við náum að hagnýta okkur þau tækifæri á sama tíma og við reynum eins og kostur að standa vörð náttúruna og spyrna við fótum þegar kemur að hlýnun jarðar. Þá held ég að það sé samt óhjákvæmilegt annað en að horfa til þess að ísinn að bráðna og við það þá opnast upp tækifæri á sama tíma og það eru einhverjar ákveðnar ógnanir. Og þess vegna held ég að sé svo mikilvægt að þessar þjóðir deili sinni sýn og komi sér saman ákveðna hagsmuni og ég er einn af þeim þingmönnum sem sitja í undirnefnd það að Vestnorræna ráðið móti sér stefnu í norðurslóðamálum og ég held að það sé mikilvægt. Það er ekki mjög einfalt og það til dæmis kom fram í ráðstefnunni í gær að þá fer fólk að velta fyrir sér hlutum það eru utanríkismál. Norðurslóðamál eru utanríkismál. Það eru ekki mál sem eru á sviði þjóðþinganna. Þar hafa Danir ennþá ákveðinn rétt eða í rauninni fara með utanríkismál. En ég treysti því nú samt sem áður að við munum ná að móta okkur slíka stefnu og æski þess að okkar ágætu félagir Danir líka taki undir það að þessar þjóðir hafi með sér samstarf á þessum vettvangi. Mér finnst ég ekki geta komið hér upp og rætt Vestnorræna ráðið og það sem við höfum verið að gera hér annað en að koma inn á Hoyvíkursamninginn. Og ég segi að mér finnst það mjög sorglegt að staðan sé sú að utanríkisráðherra Færeyja hafi farið með það fyrir þingið að fá samþykkt fyrir því að fara og segja samningnum upp. Þingið reyndar samþykkti það, mér skilst nú að það hafi verið svolítið í skjóli nætur. Það var ekki mikil umræða sem skapaðist það. Umræðan hefur auðvitað verið Hoyvíkursamninginn í töluverðan tíma eftir að þau settu sér ný lög fiskveiðistjórnun og þar sem að þau setja í rauninni bann við því að erlendir aðilar eigi hluta af kvótanum. Ég get alveg haft ákveðinn skilning á þeirri stöðu sem að þá kom upp en því miður þá hefur okkur ekki ennþá lánast að finna út úr því hvernig framtíðar fríverslunarsamband við getum þá haft við Færeyinga. En ég verð þó að segja það, mér finnst góðu fréttirnar eftir að við höfum einmitt hist á þessari ráðstefnu og rætt málin, hvort sem það er á ráðstefnunni sjálfri eða yfir kvöldverði í gær eða í rútunni núna út á Reykjanesi, þar sem ég veit að stór hluti af hópnum að þá finnum maður það að færeyskir þingmenn hafa fullan vilja til þess að stunda fríverslun við Ísland. Og ég held að sé mikill skilningur á því meðal atvinnulífsins í Færeyjum að það skipti máli. Ég er á þeirri skoðun að fríverslunarsamningar skipti gríðarlega miklu máli og það að aukin viðskipti landa á milli auki svo á annars konar samstarf. Það ýtir undir samstarf á sviði menninga, lista, menntamála og frjálst flæði fólks og það verður bara til svo miklu meira þegar öflug viðskipti ríkjanna að ræða.
Og ég tek undir það sem kom fram í máli hv. þingmanns Steingríms J. Sigfússonar hérna, að það kom mér í rauninni óvart þegar maður fór að skoða viðskiptasöguna jú, það er nú þannig að þegar kemur að vöruskiptajöfnuðinum þá höfum við verið að flytja meira út til Færeyja en Færeyingar til okkar, en þegar kemur að þjónustukaupunum og þau eru tekin inn, þá eru Færeyingar í plús. Og það finnst mér eins og hafi kannski örlítið vantað inn í umræðuna í Færeyjum, og við höfum verið að ræða þetta núna við færeysku þingmennina og ég held að þau átti sig núna mun betur á því, og ég hygg líka að atvinnulífið í Færeyjum hafi svolítið sýnt þingmönnunum fram á það hversu mikilvægt þetta er. Ég efast ekki það að Færeyingar eins og alltaf í svona málum hafi eitthvað til síns máls, og það kunni að vera eitthvað sem við þurfum að skoða í okkar samning, en það upplýsingar sem við höfum fengið bæði í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins og inn í utanríkismálanefnd að það hafi svona vantað ákveðin viðbrögð frá Færeyingum við það hvernig eigi að leysa þetta mál. En eins og ég segi, þá finnst mér nú góðu fréttirnar vera þær að það virðist vera góður vilji hjá færeyskum þingmönnum, þannig að ég hygg að við hljótum með tíð og tíma að finna góða lausn á því. Ég myndi líka mjög gjarnan vilja að Grænlendingar kæmu inn í þetta fríverslunarsamkomulag okkar, hvort sem það er undir nafni Hoyvíkursamningsins eða einhvers konar annars konar nafni og fríverslun. Ég held að það hljóti að vera mjög mikilvægt fyrir þessar litlu þjóðir sem hafa tiltölulega einsleitan atvinnuveg að gera fríverslunarsamning við þá ekki stærri ríki en Ísland og eiga þennan möguleika á frjálsum viðskiptum og hægt sé að ýta undir frekari samstarf á sviði viðskipta, menninga og lista í gegnum slíkt. Þannig að ég ber miklar vonir og væntingar til þess að við náum að leysa þetta, og ég tek undir það sem hefur einmitt komið fram í ræðum hér áður, að þarna sér maður hvað svona þingmannasamstarf skiptir máli. Þegar fólk hittist og tala saman, fær að heyra sjónarmið hvors annars, því það vill nú oft verða svoleiðis þegar ráðherrar tala saman, þá tala þeir svolítið saman í gegnum embættismenn og það er svolítið kerfi á bak við þetta. Það er miklu meiri formfesta og stundum kannski erfiðara að komast að því hver raunverulegur viljinn er þarna á bak við. Þannig að þegar upp koma mál eins og komið hefur upp í samskiptum okkar við Færeyinga, þá held ég að við í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins eigum að beita okkur, og ég held að við höfum mikil tækifæri til þess og hef væntingar að við náum einhverjum árangri hvað það varðar. En að því sögðu þá hugsa ég fari nú bara að drífa mig út á Reykjanes að hitta félaga mína í Vestnorræna ráðinu sem eru þar að heimsækja fyrirtæki og stofnanir. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, Norðurskautsmál 2014-2018, skýrsla. Mál 526, þingskjal 856, umræða. Til máls tekur formaður Íslandsdeildar þingmannaráðstefnunnar Norðurskautsmál, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég flyt hérna skýrslu Íslandsdeildar þingmannaráðstefnu Norðurskautsmál fyrir árið 1918 eins og fram hefur komið, 2018 ætla ég að segja, var það skjöplast á heilu öld. En hvað með það, á liðnu ári þá bar hæst 13. þingmannaráðstefnuna Norðurskautsmál sem haldin var í Inari í Finnlandi. Á 2 ára fresti heldur þingmannanefndin ráðstefnu Norðurskautsmál og var fyrsta þingmannaráðstefnan haldin í Reykjavík 1993, það er ekki margir sem vita það. Á ráðstefnum þingmannanefndarinnar kemur saman stór hópur þingmanna og sérfræðinga frá ríkisstjórnum, háskólastofnunum, félagasamtökum, fleiri sem láta sig málefni norðurslóða varða. Og eitt viðfangsefni þingmannanefndarinnar hverju sinni er að framfylgja samþykktum þeirra ráðstefnu alla leið til Norðurskautsráðsins. Á ráðstefnu þingmannanefndarinnar voru að þessu sinni 4 meginþemu valin: loftslagsbreytingar á norðurslóðum og hvernig draga megi úr neikvæðum afleiðingum þeirra, stafrænt norðurskaut og hvernig tryggja megi að íbúar norðurskautssvæðisins geti verið virkir þátttakendur í hinum stafræna heimi, samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja og hvernig tryggja megi að íbúar norðurskautsins njóti góðs af auknum umsvifum á svæðinu, og velferð með áherslu á þær nýjungar sem nýta má til að tryggja velferð íbúa norðurskautsins. Í yfirlýsingu ráðstefnunnar, eins og ávallt,
fyrirmælum beint til ríkisstjórna á Norðurskautssvæðinu, til Norðurskautsráðsins og til stofnana Evrópusambandsins. Í yfirlýsingunni eru yfir 40 atriði og ég mun fjalla frekar efni þessar ráðstefnu síðar í ræðunni. Á árinu fagnaði þingmannanefndin 25 ára afmæli og gaf af því tilefni út bækling starfsemi nefndarinnar. Af öðrum málum sem voru áberandi í umræðunni hjá nefndinni á árinu má nefna versnandi samskipti Rússlands og Bandaríkjanna, stefnu aðildarríkjanna í málefnum Norðurskautsins, mikilvægi þess að standa vörð rétt íbúa norðurslóða til að nýta auðlindir sínar á sjálfbæran hátt og efling Norðurskautsráðsins. Aðeins svona almennt þingmannaráðstefnu Norðurskautsmál, fáein orð aðeins. Meginefni þessarar nefndar í raun að skipuleggja þingmannaráðstefnuna sem haldin annað hvert ár og fylgja eftir samþykktum hennar eins og var vikið að hér áðan. Fylgjast með störfum Norðurskautsráðsins og fleira. Þingmannanefndin fundar að jafnaði 3 á ári, það að segja hinn íslenska þingmannanefnd, ásamt með öðrum þingmannanefndum og þá það venjulega formaðurinn sem situr þær á fundi. Þetta gerist þá það ár sem ekki ráðstefna, þar sem nefndirnar í heild taka þátt. Það gerist þá sem sagt annað hvert ár, en árið sem líður á milli þá hittast þessar nefndir fyrst og fremst í formi þess að formennirnir koma saman. Þjóðþing Bandaríkjanna, Kanada, Rússlands og Norðurlandanna eiga auðvitað fulltrúa í nefndinni og eins og ég hef áður minnst á Evrópuþingið þá hefur það sinn fasta fulltrúa þar líka. Nokkur samtök frumbyggja og þjóðarbrota á norðurslóðum eiga fasta áheyrnarfulltrúa í nefndinni og með rétt til þátttöku í umræðum og það á líka við Norðurlandaráð og Vestnorræna ráðið og síðan koma einstök lönd oft að sem gestir, til dæmis eins og síðast bæði Kína og Singapúr. En þau hafa auðvitað engan atkvæðisrétt. Þess ber að geta að þingmannanefndin hefur á undanförnum árum lagt sérstakan metnað í að eiga frumkvæði að margs konar verkefnum sem hægt að leggja fyrir norðurskautið til framkvæmdar. Og þau eru orðin það mörg að ég get með engu móti talið þau hér upp, en ætla að telja hér upp eitt atriði vegna leiðréttingar í skýrslum sem ég þarf að koma að. Það var sem sagt í upphaf formennskutíðar Íslands árið 2004, þá var gefin út skýrsla áhrif loftslagsbreytingar á Norðurskautssvæðinu, kölluð á ensku, með leyfi forseta, Arctic Climate Impact Assessment. Og þar kemur fram, og það í texta skýrslunar hérna, þessar sem ég að flytja, þar stendur: spár skýrslunar gefa til kynna að næstu aldamót verði Norðurskautshafsvæðið íslaust að sumarlagi. Og síðan kemur, þá færist mörk gróðurlendis, stendur hér, en á auðvitað að vera gróðurlenda. Þannig að rétt skal þetta vera þannig, þá færist mörk gróðurlenda norðar með hlýnandi loftslagi. Það mikilvægt að þessi leiðrétting komi hér fram. Þetta var almennt þingmannaráðstefnuna, þannig að fólk hafi það í huga að annað hvert ár eru það formenn aðildarlandanna, ef að svo má orðið komast, sem hittast, en hitt árið þá hittast þeirra vísu líka, en þá fer hin eiginlega þingmannaráðstefna fram með þátttöku allra nefndanna í fullum skrúða. Aðeins skipan Íslandsdeildar. Aðalmenn Íslandsdeildar voru árið 2018. Sá hér stendur Haraldur Trausti Guðmundsson sem var formaður þingflokki Vinstri-hreyfingarinnar græns framboð, Líneik Anna Sævarsdóttir sem varaformaður þingflokki Framsóknarflokks og Björn Leví Gunnarsson úr þingflokki Pírata. Varamenn eru Halla Signý Kristjánsdóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé og Smári McCarthy. Og ritari Íslandsdeildar og hefur verið til langs tíma Arna Gerður Bang. Formaður situr fyrir hönd Íslandsdeildar í þingmannanefndinni, en í forföllum hans situr varaformaður fundi nefndarinnar þegar
formenn hittast annað hvert ár. Eins og ég hef áður komið, þá situr öll Íslandsdeildin ráðstefnur nefndarinnar á 2 ára fresti. Og eins og títt er svona nefndir, þá kemur Íslandsdeildin saman eftir þörfum og formaður gerir þá grein fyrir starfi þingmannanefndar og nefndarmenn fá jafnframt upplýsingar starf Norðurskautsráðsins. Og Íslandsdeildin hélt 3 fundi á árinu 2018 og svo tók hún auðvitað þátt í ráðstefnunni stóru í Finnlandi, þar sem að nefndirnar mæta í heild, svo ég endurtaki það einu sinni enn. Á árinu tók einn fulltrúi nefndar þátt í formannafundi í Kiruna í maí 2018 og að hálfu Alþingis var það þá Líneik Anna Sævarsdóttir í mínum forföllum og svo ritarinn Anna Gerður Bang. Hlutverk þess fundar var meðal annars að undirbúa ráðstefnuna síðar árið og ræða þá þær áherslur þessara þingmannaráðstefnu norðurskautsmál sem átti þarna að halda haustið 2018, síðastliðið haust, og leið drög að ráðstefnu yfirlýsingu. Og á þessum fundi þá tók Líneik Anna Sævarsdóttir þátt í umræðum umbreytingar á samfélögum á norðurslóðum. Hún tók þátt í umræðum að skýr stuðningur við Parísarsamkomulag Sameinuðu þjóðanna yrði að koma fram á ráðstefnunni loftslagsmál og ennfremur að þá greindi hún frá því að það væri komin í ríkisstjórn hér á Íslandi og sagði að málefni norðurslóða yrðu áfram í forgangi. Hún sagði málefni norðurslóða hafi fengið aukna athygli innan Alþingis og sem dæmi það hafði sérstök umræða verið hér á þingi málefni norðurslóða, haldin einmitt að frumkvæði formanns Ara Trausta Guðmundssonar norðurskautsmál með þátttöku utanríkisráðherra hæstv. Guðlaugs Þórs Þórðarsonar sem hefði þá tekið þátt í töluvert umfangsmiklum umræðum þetta mikilvæga mál. Þá var undirbúningur fyrir formennskutíð Íslands í Norðurskautsráðinu hafinn á Íslandi en Ísland tók við af Finnum eða tekur við af Finnum núna í vor og verður í því hlutverki til ársins 2021. Síðar á árinu þá tók formaður þingnefndar þátt í kynningu Finna á þessari formennsku sem haldin var í Helsinki í boði ríkisstjórnar Finnlands. Það langar mig aðeins að fara nánar í hvað gerðist á ráðstefnunni, þingmannaráðstefnunni, þar sem allir tóku þátt í allar nefndirnar í fullum skrúða eins og ég sagði. Hún var haldin sem sagt í Inari í Finnlandi í september núna síðastliðnum. Þar sátum við þá, sá sem hér stendur, Ari Trausti Guðmundsson og Líneik Anna Sævarsdóttir, Björn Leví Gunnarsson og Arna Gerður Bang. Fyrsti hluti ráðstefnunnar var tileinkaður umfjöllun stafrænt norðurskaut, það hvernig mögulegt að undirbúa norðurslóðir undir hina svokölluðu 4. iðnbyltingu og hvernig tryggja megi að íbúar norðurskautsins geti verið virkir þátttakendur í hinum stafræna heimi. Björn Leví Gunnarsson lagði meðal annars til að bætt yrði við málsgrein í yfirlýsingu ráðstefnunnar hvernig styðja mætti við þróun stafrænna tækni fyrir tungumál á norðurslóðum með því að veita aðgang að rannsóknum, tækni og menntun tölvuvæðingu tungumála og það var samþykkt. Annar hluti ráðstefnunnar var tileinkaður umfjöllun loftslagsbreytingar á norðurslóðum og hvernig mögulegt væri að draga úr neikvæðum afleiðingu þeirra. Ari Trausti Guðmundsson hélt erindi efnið og svaraði spurningu fundargesta. Hann lagði áherslu á mikilvægi þess að auka menntun og skilning almennings á afleiðingu loftslagsbreytinga þar sem þekking væri besta vopnið í baráttunni. Þá sagði hann þingmenn meðal annars geta lagt sitt af mörkum með því að stuðla að auknu samstarfi milli ríkja og alþjóðastofnana, styðja við gerð alþjóðlegra sáttmála sem stuðla að sjálfbærri þróun og efla löggjöf heima fyrir sem vinni gegn loftslagsbreytingum. Jafnframt lagði hann mikil áherslu á mikilvægi þess að umræða það hvernig draga mætti úr losun gróðurhúsalofttegunda, tryggja lífsskilyrði og miðla þekkingu á svæðinu væri heiðarleg og opin. Oddný G. Harðardóttir tók þátt í umræðum fyrir hönd Norðurlandaráðs og greindi frá því að á síðasta ári hefur ráðið gefið út leiðbeiningarrit fyrir þingmenn almennt hvernig ná mætti markmiðum Parísarsamkomulagsins. Þriðji hluti ráðstefnunnar var tileinkaður umfjöllun samfélagslega ábyrgð fyrirtækja, hvernig tryggja mætti að íbúar norðurskautsins nytu góðs af auknum umsvifum á svæðinu og að fyrirtæki fylgdu alþjóðlegum stöðlum í starfsemi sinni. Líneik Anna Sævarsdóttir tók þátt í umræðum þetta fyrir utan að stýra fundi og ítrekaði mikilvægi þess að varðveita merka menningararfleifð norðurslóða og viðkvæma náttúru.
Þannig skapaðist tækifæri til að stuðla að raunverulegum breytingum þar sem ábyrgð fyrirtækja gagnvart íbúum norðurslóða væri skýr. Fjórði hluti ráðstefnunnar var tileinkaður velferð og þá einna helst hvaða nýjungar mætti nýta til að tryggja velferð íbúa norðurskautsins. Guðjón Brjánsson, varaformaður Vestnorræna ráðsins, greindi frá samstarfi ráðsins við Íslensku rannsóknastofnunina Rannsókn og greiningu til kortlagningu á högum ungmenna í því skyni að draga úr vímuefnaneyslu. Og það kom jú fram hér í hans skýrslu á undan að Vestnorræna ráðið vinnur að því að koma málinu á dagskrá hjá Norðurskautsráðinu í formennskutíð Íslands. Við undirbúning ráðstefnuyfirlýsingar var skipuð sérstök nefnd sem hittist nokkrum sinnum og fór yfir framkomnar athugasemdir og tillögur. Formaður Ari Trausti Guðmundsson var þar fulltrúi Íslandsdeildar í nefndinu og lagði meðal annars áherslu á að mikilvægi þess að styrkja samfélög á norðurslóðum og huga að málefnum hafsins, auk jafnréttismála og sjálfbærni. Hann lagði til á fundi síðasta fundi nefndarinnar að bætt yrði við málsgreinum mikilvægi þess að bæta siglingakort og siglingakerfi á hafsvæðum norðurslóða og minntist enn fremur á þá tillögu Íslands, reyndar orðin bráðum 2 ára, að komið yrði á fót eins konar frumbyggjaskóla þar sem að frumbyggja norðurslóða gætu upplýst okkur hinn sínar áherslur á nýtingu náttúruauðæfa og menningu. Þá er þess rétt að geta að lokum þessara ráðstefnu þá var boðað til næstu ráðstefnu þingmannanefndar um norðurskautsmál og hún verður þá í Noregi árið 2020, reglum samkvæmt. Ég ætla að skjóta því á hins vegar í framhjálaupi hér að næsta skref nú er svokallaður formannafundur í Síberíu einhvers staðar í kringum miðjan febrúar næstkomandi. Undir þessa skýrslu rita fyrir utan formann Líneik Anna Sævarsdóttir og Björn Leví Gunnarsson. Ég vil nota hér tækifærið að þakka nefndarmönnum og ritara fyrir gott samstarf og þeirra störf. Það hafa verið mjög gefandi og að mínu mati árangursrík. Og ég vil svo líka nota tækifæri hér að lokum að minna á að samvinna norðurskautsmál og norðurslóðamál eru gríðarlega mikilvæg og eins og margoft hefur komið fram þá er norðurskautssvæðið lykilsvæði í þróun nánast allra heimsmála. Og allt sem að eflir hvort sem er norræna samvinnu eða alþjóðlega samvinnu norðurskautsmál á jafnréttisgrundvelli að sjálfsögðu er af hinu góða. Og þar með, herra forseti, hef ég lokið máli mínu. Tveir hv. þingmenn óska eftir að veita andsvör. Fyrstu til að veita andsvör er Njáll Trausti Friðbertsson, hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka formanni Íslandsdeildar þingmannaráðstefnu um norðurskautsmál fyrir sína góðu skýrslu fyrir árið 2018. Ég persónulega mikinn áhuga á öryggismálum, fjarskiptunum sem tengjast á norðurslóðum. Við erum að sjá þetta inn í allir umræðu hér, hvort sem er inn í Vestnorræna ráðinu í skýrslu þar eða þeirri skýrslu sem ég flyt á eftir, sem að snýr þá að hversu veigamikill þáttur norðurslóðir eru að verða almennt í þessari landfræðilegu pólitísku málefnum og alls staðar rædd að miklu þunga og ekki síst í því starfi sem ég tek þátt í tengslum við NATO-þingið. Ferðaþjónustan á norðurslóðum, ég hef mikinn áhuga á þessu og öryggismálum og eins og ég kom með fyrirspurn hér áður undir Vestnorræna ráðinu sem snýr að skemmtiferðaskipum, ferðaþjónustu og slíku þáttum, hvort að þessi málefni hafi verið tekin upp. Við erum að tala um að það búa 3-4 milljónir, já, þetta er 3-4 milljónir íbúa á þessu svæði sem er norðan við Norðurheimskauts Arctic Circle, leyfi forseta. Og þetta er gríðarlega erfitt svæði og þetta er mörgu leyti erfiðustu lífsskilyrði á jörðinni. Þess vegna er margt mjög áhugavert og það er miklu erfiðleikar að fást við mörg verkefni. Samanber þessi öryggismál, fjarskipti, og ég vil tala meira um gervitannaleysu. Ég er bara langað að spurja hv. þingmann hvort að þessi umræða hafi verið eitthvað inn í málefnum þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál.
sem snýr að þessu og vegna þess að dragi gervihnatta nær ekki þetta norðarlega. Við sjáum ákveðinn árangur sem nást í Noregi og Finnlandi en almennt er þetta ekki á þessum norðlægum slóðum og hérna í Norður-Atlantshafinu, Ísland og Norður-Af og yfir Grænlandi til dæmis, þá eru ekki hvorki amerísku eða bandarísku kerfin sem er hægt að nýta í þennan. Ég held að þetta myndi bæta gríðarlega öryggi á þessu landsvæðum með að fá það. Svarar andsvari fyrir sena Ari Trausti Guðmundsson, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég þakka spurninguna. Samvinnan er mjög góð á milli allra ríkjanna þingmannaráðstefnunni. Það er þó vissulega þannig að það eru ákveðin atriði sem eru ekki rædd, ég skal koma því á eftir, en varðandi öryggismálin, sem má ég skilja á tvenna vegu. Nú er ég að tala um öryggismál, það er að segja öryggismál almennings og skipaumferðar og svo framvegis. Þá er jú þannig að það er bindandi samkomulag til samstarf allra þessara ríkja að björgun og eftirliti á þessu, ef við skulum bara segja, á Norður-Íshafinu. Og það er unnið að því nú að þróa hvers konar samstarf er að ræða og koma á það einhverju skipulagi. Og það hefur verið rætt til dæmis björgunarmiðstöð á Íslandi, því hefur verið veifað. Engar ákvarðanir hafa verið teknar. Rússar til dæmis hafa komið upp búnaði og öðru slíku við Síberíustrendur, það þá tengist á þeirra herstöðum aðalega. Minna það á svæði Bandaríkjamanna og Kanadamanna. Þannig að þessi mál eru svona, það er búið að taka fyrstu skref en ekki lengra. Varðandi það sem ekki er rætt, það er auðvitað hernaðaruppbyggingi sjálf. Uppbygging Rússa á þeirra landsvæði, svör NATO og við skulum segja vesturveldana með ýmsu móti, ég ætla ekki að rekja það heldur, við þekkjum það á fréttum. Kínverjar sem eru að byggja upp sitt belti og braut og koma inn með ísgrjóta og svo framvegis, það er auðvitað engin hernaðaruppbygging þar, en samt sem áður þá skynjar maður ákveðinn áhuga á þessu svæði sem maður veit ekki hvert leitar. Og ástæða auðvitað til þess að vera mjög vakandi yfir því. Allt tengist þetta svo stjórnu þessa hafsvæðis. Hver á að stjórna Norður-Íshafinu utan við 200 mílna lögsögu? Þetta er andsvari síðar sinn Njáll Trausti Friðbertsson, hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, það er nú þannig að þær kallast greinilega svolítið á skýrslurnar hjá okkur í dag. Og ég ætla að lesa hans upp úr skýrslum sem ég flyt á eftir, sem kemur fram í skýrslunni frá NATO-þinginu, að það sem vakið máls að vaxandi mikilvæg málefna norðurslóða, meðal annars út frá loftslags-, efnahags- og öryggismálum, hafi sín á svæðinu hopaði hratt sökum loftslagsbreytinga á undanförnum árum og slík þróun hefði ómæld áhrif á hefðbundið líf á svæðinu. Þá væru ný tækifæri að skapast varðandi opnun nýrra siglingaleiða í ferðaþjónustu og með auknu aðgengi að auðlindum. Jafnframt væri vaxandi áhyggjur af aukinni spennu milli norðurskautsríkjanna með auknum viðskiptalegum mikilvæg og landfræðilegum pólitískum breytingum, ekki síst í ljósi aukinnar hernaðaruppbyggingar Rússa á svæðinu sem hv. þingmaður nákvæmlega minnast á. Og það er einmitt þetta hernaðarlega mikilvægt við Síberíustrendur. Nú hafa Rússar sett upp og sett í gang og endurbyggt 8 herstöðvar við norðurskautsleiðina, eða norðausturleiðina eins og við köllum það, frá Evrópu til Asíu, sem að reyndar hafa mjög mikilvægu hlutverki sínu gegna sem björgunar- og öryggismiðstöðvar fyrir svæðin. Þannig að þetta er bara fín umræða í dag sem að greinilega menn eru víða, en sem sagt kemur víða við. Mér langaði bara rétt síðan að spyrja út í umræðu á vettvangi Íslandsdeildar eða þingmannaráðstefnunnar norðurskautsmál sem snýr þá að jafnréttismálum. Hvernig þau hafa verið tekin fyrir á jafnréttismálum. Hvernig þau hafa verið við Íslendingar höfum lagt mikið í okkar alþjóðastörfum og nefndum og annað erlendu vettvangi á jafnréttismál og líka inn í mikla áherslu lagt á þetta inn í NATO-þinginu og hafði bara áhuga að vita þá hvernig menn taka á þessu í þessu starfi. Og svarar síðar andsvari Ari Trausti Guðmundsson, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis.
Herra forseti, það alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að þessar skýrslur sem við erum að flytja hérna, eða höfum flutt hérna núna, þær kallast allar meira eða minna á og sjálfsagt eftir að vera fleiri. Það sýnir bara hversu víðfeðmt þetta mál ef við orðum það þannig og hvað þetta grípur inn á mörg svið. Og það þetta lykilsvæði sem ég ræddi áðan. Það sem ekki rætt, það að segja þessi hernaðaruppbygging, við skulum segja að það sé gert af innbyrðis tillitssemi milli stórveldanna og við sættum okkur við það í bili. Það sem snýr svo að björgunarmálunum finnst mér, Rússarnir hafa jú byggt upp þessar herstöðvar sem eru leið þeirra hálfu björgunarstöðvar, getur vorað það svo. Vestan hafs miklu minna það og þá þetta gat sem í milli, sem sem sagt Grænland, Ísland, Norður-Noregur, okkar hafsvæði hér það sem fullt af skemmtifæraskipum. Og þá bara stóra spurningi, hvað gerum við í því? Það er auðvitað með engum móti hægt að segja það sem góðum skikk. Varðandi jafnréttismálin, þá það jú þannig að þau hafa verið sett á oddinn af íslensku nefndinni, bara jafnvel í mörg ár og ég vil nú meina að Líneik Anna Sævarsdóttir, hv. þingmaður, eigi þar stóran hlutamáli. Þau eru líka viðkvæm mál og ástæðan einfaldlega sú að sú menning sem hefur þrifist, og ég segi það ekki neikvæðum tón, menning, því að það jú vissulega hver þjóð á sína menningu og hver menningarþróun á sitt ferli. Sú menning sem hefur þróast, hún byggir á skýrri verkaskiptingu, karla og kvenna yfirleitt hjá frumbyggjaþjóðunum og það þarf að nálgast það að mikilli virðingu og með fræðslu og það byggja auðvitað annað fólk byggir þetta svæði líka og það fólk sem á sér líka sína menningarlegu rætur. Þar held ég að jafnrétti sé víða brogað, víða ekki með góðu móti og þessi mál eru í deiglunni og við verðum, okkar skylda að halda þeim gangandi áfram og þeim umræðum sem að skapast innan Norðurskautsráðstefnunnar hverju sinni. Annað hlaðið andsvöru Bryndís Haraldsdóttir, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir skýrsluna og það mjög áhugavert starf sem unnið í þessari þingnefnd og kannski ekki síst að hafa tækifæri þarna til að vinna með þessum stóru þjóðum sem eru svona miklir leikendur í alþjóðastjórnmálunum. Það eitt að við séum í Norðurslóðaráðinu þar sem ráðherrar sitja og svo embættismenn sem fylgja eftir því starfi þar, en þarna vettvangur þingmanna. Mig langar að spyrja hv. þingmann, Ara Trausta Guðmundsson, aðeins út í virknina hjá þingmönnunum. Ég hef talað fyrir því að það sé mjög mikilvægt að við Íslendingar séum notum rödd okkar á vettvangi norðurslóðamála sem við svo sannarlega erum að gera þar sem við tökum nú yfir formennsku í Norðurslóðaráðinu. En ég tel að við eigum mikla möguleika undir að vera norðurslóðaþjóð, við eigum mikla möguleika í vísindum, rannsóknum og nýsköpun tengjast þessu málaflokki og ég myndi gjarnan vilja sjá öflugra samstarf ríkja einmitt vísindi og rannsóknir. Evrópusambandið sýnir þessum málum aukinn áhuga, hafa mótað sér stefnu í norðurslóðamálum þó að Evrópusambandið sé slíkt sé ekki aðili að Norðurslóðaráðinu, þá eru þeir áheyrnaraðilar og eiga fulltrúa í þingmannaráðstefnunni, eða þingmannasamstarfinu. Nú ég kannski líka aðeins að kalla eftir því hjá hv. þingmanni hvernig honum finnst Vesturveldið stóra Bandaríkin hafa staðið sig í því að koma á framfæri, vera með skýra stefnu það hver þeirra framtíðarsýn kemur að samstarfi þessara ríkja norðurslóðamál. Það svarar andsvari fyrir sig Ara Trausti Guðmundsson, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis. Þakka hv. þingmanni fyrir þessa tölu og spurningar. Og virkni hjá þingmönnum, ef við tökum bara okkur hér, hún mætti auðvitað vera meiri og eitt af því að fræða almenning meira hvað við gerum í norðurslóðamálum
ekki bara þingmenn, heldur Íslendingar almennt og ástandið og svo framvegis. Þannig að vera sýnilegri út á við, bæði Vestnorræna ráðið, Norðurlandaráð og við í þingmannaráðstefnunni. Við erum nú þegar í dálítið góðri stöðu með sumt af því sem að hv. þingmaður nefndi, eins og varðandi nýsköpun. Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur lagt fram plagg það hvaða nýsköpunartækifæri hún hefur verið að vinna að sem gagnast á norðurslóðum, til dæmis. Varðandi vísindi og rannsóknir þá er slíkt að mörgu leyti mikið í gangi hjá Norðurskautsráðinu. Það eru jú starfsnefndir á flestum sviðum vísinda, hvort það er náttúrufræðilega eða félagsfræðilega, og sífellt fleiri þjóðir koma að því. Hvort það eru kínverskir vísindamenn, pólskir vísindamenn, meira að segja Singapúr hefur mikinn áhuga á norðurslóðarannsóknum, Japan og svo framvegis. Þannig að ég held að akkillesarhællinn er frekar samstarfið sjálft. Það er að segja miðlun gagnkvæmt á þekkingu, miðlun gagnkvæmt á gögnum, svo það ætti kannski að stofna alþjóða miðstöð vísinda á heimskautasvæðinu til þess að auðvelda samskiptuna, auðvelda samvinnuna. Bandaríkin eru ekki vel stödd í þessu og ég ætla að nota hér tímann í mínu síðara andsvari að gera aðeins grein fyrir stöðunni þar. Það er því miður þannig að þeirra stefnumótun er veik og starfið er veikt. Þá er andsvari síðara sinn Bryndís Haraldsdóttir, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og ég hjó eftir því sem að við þurfum kannski alþjóða miðstöð vísinda. Já, norðurskautsvísinda. Mér fannst þetta hljóma virkilega vel og velti fyrir mig hvort að þetta sé ekki mikið tækifæri fyrir okkar Íslendinga. Því að ég tek undir það, ég held að sé vilji hjá öllum vísindarmönnum að starfa saman, hvort sem þeir koma frá Rússlandi, Bandaríkjunum, Kanada, Evrópusambandinu eða hvað er. En það stundum virðist svona alþjóðastjórnmál og pólitík þvælast svolítið fyrir og það er kannski oft þá sem að svona smærri ríki eins og Ísland geta spilað töluvert hlutverk. Ég segi þetta nú kannski ekki síst vegna þess að ég hef fengið tækifæri til að sitja skaparfundi og heyra það Rússana tala fyrir auknu samstarfi og vilja svo gjarnan deila með öðrum þjóðum aðgangi að rannsóknum og vísindum. Evrópusambandið, ég er að vona að með svona aukinni áherslu og sterkri rödd okkar og fleira mikilvægi rannsókna á norðurslóðum að þá opnist líka meira að þessum samkeppnissjóðum Evrópusambandsins, nákvæmlega tengt þessu máli. Evrópusambandið vill gjarnan líka opna fyrir það að aðrar þjóðir geti haft aðgöngu að þessum rannsóknarsjóðum og það er eitt af þeirra helstu stefnumálum núna við næstu rammaáætlun. Þannig að það var kannski, spurning mín lýtur kannski að því getur þingmanna, mér finnst þetta, virðulegur forseti, það er talað um þingmannaráðstefnu, mér finnst þetta svolítið ankaralegt nafn, þetta er svona þingmannasamstarf Norðurskautsráðsins og þar hafa ákveðnir aðilar áheyrnaraðilar. En það sem ég er að velta fyrir mér, deilir þingmaðurinn þeirri sýn að þessi mikilvæga þingmannanefnd geti ýtt enn frekar undir aukið samstarf á sviði vísinda og rannsókna norðurskautsmál og getur Ísland þar kannski spilað stórt hlutverk? Svarar síðast andsvari Ari Trausti Guðmundsson, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, það má svara þingmannum beint já, þingmannanefndin getur gert það, ýtt undir vísindasamstarf og svo framvegis og ég lít svo á að ég hafi fengið eða við, þessi þrjú sem þar situm, hafi fengið ákveðið punkt í næstu til að fara að undirbúa næstu ráðstefnu. Það er nú ekkert flóknara en það. Aðeins varðandi miðluna, þegar ég er að tala einhvers konar alþjóðamiðstöð, þá megum við ekki gleyma því að það er háskólasamstarf norðurslóða. Það eru vefsíður, stórar og miklar, og það eru ráðstefnur vísindamanna og samstarfsnefndir. Ég er að tala kannski að reyna að koma betra skipulagi á
einhvers konar miðlæga samvinnu og gagnaskipta stofnun eða eitthvað orðaðan þannig. Þetta er ekki mikið þróað hjá mér, ég bara slengdi þessu fram. Aðeins varðandi Bandaríkin. Þeirra þingmannanefnd er ekki til í raun. Það er ein mjög virk þingkona, Lisa Murkowski, þingmaður í Alaska, sem hefur leitt það allt saman, okkar samstarf við okkar þingmannanefndana við Bandaríkin. Hún hefur tekið með sér á þessa fundi, en það hefur aldrei orðið til í bandaríska þinginu formleg þingmannanefnd eins og hér hjá okkur. Það er eina þjóðin sem hefur þannig búið og það finnst mér erfitt og ég ræddi sérstaklega við Lísu Murkowski núna í haust að það veri komið betri skikkur á þetta. Hitt er svo annað mál að stefna Bandaríkjanna í þessum norðurslóðamálum, hún var aðeins mótuð meðan þeir voru með formennskutíðina í Norðurskautsráðinu, en eftir að Trump komst til valda þá snýst þessi stefna eingöngu að mínu mati það að vinna auðlindir á norðurslóðum, það er þessa olíu. Fara út í olíuvinnslu á ný á Alaska sem var búið að skrúfa fyrir, ganga inn á friðursvæði, ganga inn á svæði sem að frumbyggjar hafa talið sín og svo framvegis. Það tel ég fyrstulega ranga, en líka veika stefnu. Andsvörum er lokið og þá er umræðunni og þingfundi frestað til 13:30.